það sem að gerast að fólkið í Suðvesturkjördæmi að treysta okkur fyrir því að vera burðarafli, ekki einn af flokkunum, heldur burðarafli í nýrri ríkisstjórn og það það sem við erum ofboðslega þakklátt fyrir. Við erum alvöru flokkur og við erum að sýna það með þessari niðurstöðu. Þið eruð eilítið undir kjörfylgi en engan síður þetta stór sigur hjá okkur. Þetta gríðarlegur sigur því að menn hafa verið með rakspár að Samfylkingin væri að fara erindisleysju í íslensku stjórnmálum. Það ekki þannig. Við erum komin til þess að vera alvöru flokkur og það það stórkostlega og núna glittir ég við sjáum Guðmund Steingrímsson með okkur inn á það þing. Það markmið okkar að halda honum þar. 20 menn eftir allt sem á undan gengið stór sigur fyrir Samfylkingu. Stjórnarandstöðu, ríkisstjórn eða Samfylking sjálfstæðisflokkur? Formaðurinn fer með stjórnarmyndunarvaldið. Það formaðurinn sem ákveður það. Ég ætla að vinna að því með öllum okkar góðu félögum að við myndum góða starfhæfa ríkisstjórn á okkar forsendum. Við ætlum ekki að vera sprungið varadekk með sjálfstæðisflokknum. Við ætlum að vera alvöru stjórnmálaafl og við ætlum að fá að mynda stjórn á okkar forsendum. Ég með skilaboð. Þau þurfa að skipta yfir á Stöð 2 því að það búið að vera stilt á RÚV hérna í kvöld. Þetta Sölvi Tryggvason á Grand Hotel í Reykjavík. Já, líf og fjör hjá Samfylkingunni og Árni Páll Árnason, bróðir Þórólfs greinilega kominn inn samkvæmt þessu en við skulum spyrja leikslögum. Við skulum fá landið allt örstutt hérna upp til þess að átta okkur á stöðinni. Hér sjáum við alla þá þingmenn sem að raða sér inn í stöðuna samkvæmt þessu og sjáum að við förum hérna yfir í þetta kjördæmi hér í Reykjavík norður. Þá Guðlaugur Þór Þórðarson þarna efsti maður og ef við rennum niður þennan lista þá sjáum við að þarna eru nokkrir nýjir þingmenn. Guðfinna S. Bjarnadóttir sem að verða 50 þarna í 3. sæti, Katrín Jakobsdóttir sömuleiðis ný í Reykjavíkur kjördæmi norður, Jóhanna Sigurðardóttir fyrir á fletti ásamt Pétri Blöndal, Helgi Hjörvar inni samkvæmt þessu, Sigurður Kári Kristjánsson þarna sömuleiðis inni, Árni Þór Sigurðsson nýr inn og Magnús Þór Hafsteinsson þarna væntanlega jöfnunarmaður ásamt Jóni Sigurðssyni í Reykjavíkur kjördæmi norður, þannig að Jón hangir inn í samkvæmt þessu. Förum í næsta kjördæmi sem Reykjavík suður, þar Geir H. Haarde búinn að koma sér vel fyrir á toppnum ásamt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Björn Bjarnason þarna í 3. sæti, spyrjum að leikslokum eða það verður eitthvað strikað yfir hann, við sjáum til. Ágúst Ólafur í 2. sæti hjá Samfylkingu, Kolbrún Halldórsdóttir þarna þar á eftir, Illugi Gunnarsson nýr á þingi, að vera 40 strákurinn, Ásta Ragnheiður Jóhannsdóttir kemur þar á eftir og svo Ásta Möller og sjáum að Birgir Ármannsson þarna neðal á listanum ásamt Álfheiði Ingadóttur, líffræðingnum Knáa sem þarna komin inn á þing og í jöfnunarsæti ásamt Jóni Magnúsinni í Reykjavíkur kjördæmi suður. Förum hérna yfir í Suðvesturkjördæmi, sjáum þar eru þingmenn samkvæmt þessu, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir örugg í efsta sæti, Gunnar Svavarsson nýrinn á þingi samkvæmt þessu, Bjarni Benediktsson búinn að lyfta sér mjög hátt upp samkvæmt þessu, Katrín Júlíusdóttir þar á eftir, Ármann Kár Ólafsson nýr á þingi og reynda nýorðin fertugur líka, Þórunn Sveinbjarnardóttir kemur þar á eftir ásamt Jóni Gunnarsinni, 50 formanni Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem nýr á þingi eftir nokkrar tilraunir. Ögmundur Jónasson kemur þarna nýr í þetta kjördæmi og örugg inni ásamt Árna Páli Árnasyni sem vorum að tala við áðan, Ragnheiður Elín Árnadóttir sem að verða 40 komin inn á þing og Guðmundur Steingrímsson samkvæmt þessu jöfnunarmaður ásamt Kolbrúnu Stefánsdóttur. Þannig að þetta vekur athygli að forsætisráðherra sonurinn komin á þing. Förum hérna yfir í næsta kjördæmi sem vekur sérstaka athygli að þar Guðbjartur Hannesson leiðtoginn í norðvestrinu, búinn að taka það sæti af Sturlu Böðvarsyni. Magnús Stefánsson þar örugg inni, að þér virðist að vinna nokkurn sigur í þessu kjördæmi. Spyrjum samt að leikslokum, það aðeins búið að telja 2000 atkvæði í þessu kjördæmi. Karl Vaff Matthíasson kemur þar á eftir, var inn á þingi 99, datt út svo og kom aftur inn. Einar Kristín Guðfinnsson kominn þarna ásamt Herdísi á Sæmundardóttur sem ný inni og önnur manneskja framsóknar í þessu kjördæmi. Jón Bjarnason einn hjá Vinstri grænum inni. Guðjón Arnar Kristjánsson kemur þarna inn ásamt Önnu Kristínu Gunnarsdóttur í jöfnunarsæti sem samkvæmt þessu enn á þingi. Förum yfir í norðaustur kjördæmið. Þar eru ansi mikil tíðindi að gerast vegna þess að Kristján Þór Júlíusson kominn yfir Valgerði Sverrisdóttur í þessu kjördæmi ásamt Kristjáni L. Möller. Kristján að sækja mjög á. Valgerður Sverrisdóttir vinnur samt varnarsigur, með 3 menn inni. Steingrímur J. Sigfússon kemur hann inn með 2 þingmenn. Arnbjörg Sveinsdóttir, þingflokksformaðurinn þarna örugg inni, ásamt Einari Má Sigurðssyni, Birki Jóni Jónssyni, Þuríði Backmann sem örugg inni, Ólöf Nördal kemur ný og fersk inn, reynda nýflutt til Egilsstaða og kemur inn á þing sem slík og Lára Stefánsdóttir þarna inni sem jöfnunarmaður, framkvæmdastjóri úr Brekkugötunni á Akureyri. Förum síðan suður yfir fjöll og sjáum að Árni Matthísen í efsta sæti í suður kjördæmi
og sjáum að þar á eftir kemur Björgvin G. Sigurðsson, Árni Jónsson kemur í 3. sæti, Guðni Ágústsson í 4., Lúðvík Bergvinsson í 5. og Kjartan Þ. Ólafsson er öruggur inni ásamt Atla Gíslasyni sem er að verða 60 í haust og kemur þar með inn sem einn af elstu þingmönnum okkar. Róbert Marshall er að því virðist öruggur inni ásamt Björk Guðjónsdóttur úr Keflavík, er forseti bæjarstjórnar þar og eiginlega eini þingmaður Suðurnesja samkvæmt þessu, þó að 40% af atkvæðamagni þar komi úr þeim hluta kjördæmisins. Bjarni Harðarson er síðan í jöfnunarsætinu. Þannig að þetta eru þingmenni samkvæmt þessari stöðu og við sjáum að það er fullt af nýju fólki og spennan er hins vegar þessi. Hvaða flokkur á næstinu? Við skulum fá landstöluflokkana. Þetta er mynd sem við eigum eftir að sýna ykkur oft í kvöld og þetta er mjög merkileg mynd sem við þurfum að velta mikið fyrir okkur. Þarna sjáum við að 63. þingmaðurinn er samfylkingarþingmaður og næstur inn er sjálfstæðisþingmaður, gæti verið Einar Oddur Kristjánsson í norðvestrinu. Þessar tölur þýða að flokkurinn þarf að bæta við sig 1182 atkvæðum umfram aðra flokka sem er 1,7% af fylgi flokksins. Þannig að það er ennþá margt í spilunum. Sjáum að þarnæsti maðurinn er samfylkingarmaður og svo samfylkingarmaður. Þannig að það er ennþá mikið í spilunum. En þessi mynd á eftir að koma upp hjá okkur oft í kvöld og sýna hvað þeim getur verið mjótt á mununum, en samkvæmt þessu er 63. þingmaðurinn sá sem er tæpastur samfylkingarmaður, sá sem er næsturinn er sumsé sjálfstæðismaður. En við skulum fá næst viðtal við spekinga okkar hérna í hinu horninu til að átta okkur á stöðunu eins og hún er núna þegar klukkan er 20 mínútur í 11 og það er nokkuð í næstu tölur, en ríkisstjórnin er fallin. Hér hafa orðið mikil tíðindi og kannski einhver stærstu tíðindi íslenska stjórnmála í annan áratug. Alveg tímalaust. Þetta eru náttúrulega stór tíðindi en lágu þetta ekki meira og minni í loftinu. Við áttum flest von á því að það væri mjótt á mununum og að þetta myndi falla öðru hvoru megin. Þessi veikarstaða framsóknar var náttúrulega vituð en það var eins og stjórnin ætlaði að hafa það. Þetta er meira afhráð heldur en. Síðan gerist það einhvern veginn að kjósendur ákveða að refsa Framsóknarflokknum enn meira og fyrir hvað? Er ekki gott að segja, ef við kíkjum aðeins á síðan hvaða flokkar er að njóta góðs af að þá eru það kannski fyrst og fremst VG sem er að bæta við sig helmingi í fylgi sem lítur að teljast frábært. En hvers vegna kjósendur eru að refsa Framsóknarflokknum eingöngu en ekki hinum stjórnarflokknum sem að vinnur feikilega góðan varnarsigur, það er stóra spurningi. En ég get nú ímyndað mér að Vinstri grænir séu ekkert svona ofsalega ánægðir með þessa niðurstöðu miðað við hvað þeir voru að fá í könnunum. Já, ég ímynda mér það líka. 14%, ég hugsa þeir séu bara beinlínis hryggir í vissum kjördæmi. Nema náttúrulega í kjördæmi formannsins, þar eru þeir að vinna glæsilegan sigur. En til dæmis í norðvestu kjördæmi, þar sem Jóni Bjarnasyni var spáð yfir 20% atkvæða og þeir eru að fá brot af því. Afhroðið hjá Framsókn er eins og segir Kristján að þetta er fáheyrt í íslenskri stjórnmálasögu hversu foringjarnir eru tæpir þarna og fallnir og Jón Sigurðsson nýrformaður flokksins rétt hangir inni núna sem jöfnunarmaður. Það er athyglisvert líka að frjálslyndi flokkurinn virðist hafa núna á síðustu metrónum verið að bæta við sig og það er svona kannski kenning að þeir hafi tekið þetta Framsóknarfylgi á síðustu metrónum. Það er athyglisvert að Samfylkingin og Vinstri grænir eru að fá nærri 45% fylgi, milli 44 og 45. Þetta er svona svipað í stórsigurunum 1978. Þá fengu þeir svipað, þannig að þetta er einhver mesta vinstri sveifla sem við höfum séð í landinu. Já, samfylkingin er náttúrulega ekki að vinna neitt sigur miðað við síðustu kosningar. Þetta er bara, þeir eru að halda akkurat í horfinu. En Vinstri grænir eru þó að bæta við sig 3 þingmönnum. Svo vorum við að fá fregnir af miklum útstyrkunum meðal annars í Reykjavíkur kjördæmi söður. Í söðurkjördæmi, það er í söðurkjördæmi, það er ekki Björn Bjarnason, það er Árni Jónsson. Það er Árni Jónsson, það er í söðurkjördæmi, jafnvel alltaf 30%. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað er að gerast þar. En hvort þetta er vinstri sveifla, ég myndi frekar hallast að því að þetta sé græn sveifla sem að Framsókn tapar á og Vinstri grænir græða á og stóru flokkarnir, turnandinn þeir sem aftur hafa komið í ljós í þessari niðurstöðu, að þeir sigla eiginlega sléttan sjó. En það er nú mjög athyglisvert þegar að Sjálfstæðisflokkurinn er að vinna svona stóran sigur í Reykjavík suður þegar 30% striki Árni Jónsson út. Mann fer að gruna að fólk hafi beinlínis kosið í Suðurkjördæmi. Að mann fer að gruna að fólk hafi beinlínis kosið flokkinn til þess að beita útstrikunarpennanum. Það er nú svo.
Heyrðu, við þökkum kærlega fyrir hérna og við ætlum að fara núna yfir í auglýsingar. Ég nú ekki landsliðskokkur en ég hef svakalega gaman að grilla. Þetta bara svo grilli á sögu. Nú fylgir kaupauki með öllum grillum hjá Ólís. Ólís, við höldum með þér. Til þess að grípa athygli viðskiptavinarins, þá þarf stundum að hugsa út fyrir kassan. Komið öll sæl og blessuð. Ég þekki nú kannski ekki brúðhjón jafn vel og flest ykkar, en mér langar samt sem áður að nota tækifærið og kynna fyrir ykkur Vildarklúbb Icelandair. Félagar Vildarklúbbs Icelandair safna að meðaltali á einu ári vildarpunktum að landleiði flugs til Evrópu með Icelandair. Netflugið okkar! Flýgur fyrir punktana með Icelandair og með flugfélagi Íslands til staðaland í hér. Það er ótrúlegt hversu langt þau eru tilbúin að ganga til að fanga athygli ykkar. Ekki Jæja, Logi, þú ætlar Já, ég er með áræðin skilabóð, það er aðeins búið að ringi okkur hérna. Það er með 16.9, það er að segja að gera þetta svona fínt og allt á kantinn. Sára einfalt allt saman. Menn nýta hérna á PSI sem við takki hérna á fjárstýringunni og velja 16.9 fullan skjá. Þessar leiðbeiningar er líka á stöð2.is, þetta er ekki alveg nóg. Einmitt, fínt að heyra það. En við erum með hérna viðtal við Björgu Guðjónsdóttur sem er eina Suðurnesjakonan sem er á þingi núna. Suðurnesjamenn réðu ekki feitum hesti á framboðslistunum ef að svo má segja, það voru ekki mjög margir í efstu sætunum, þannig að eina Suðurnesja manneskjan inn á þingi miðað við fyrstu tölur er Björg Guðjónsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Til hamingju með það, ertu ánægð með árangurinn? Auðvitað er ég mjög ánægð með það. Þetta er auðvitað bara fyrstu tölur, en ef þetta verður niðurstaða þá er ég vissulega mjög ánægð. Þetta er mikill sigur hjá ykkur sjálfstæðismönnum miðað við þessar fyrstu tölur í kjördæminu? Virkilega, og þetta sýnir það að sjálfstæðismenn í kjördæminu hafa unnið mjög vel í undirbúningi kosningana og þetta er bara stór sigur ef þetta er niðurstaðan. Er búið að vera fjör í kosningabaráttunni, þú nýliði? Það er búið að vera mjög gaman, þetta er að vísu stór kjördæmi, mikið ferðalög, búið að kynnast mikið að nýju fólki og þetta er bara virkilega skemmtileg kosningabaráttu. Þetta er svona svolítið tvísýnt með ríkisstjórnina? Já, en eins og ég er búin að segja, þá er þetta fyrstu tölur og ég held að við þurfum aðeins að bíða og sjá eitthvað fram á nótt. Hlakka til, þetta er búin að kaupa nýja drakt fyrir þingið í haust? Nei, ég er nú ekki búin að því, en kannski vonandi get ég bara gert það þetta helgi. Segir Björg Guðjónsdóttir, einn af nýliðunum sem að fer að setjast á þing, en Páll Ketilsson kveður hérna frá Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Takk fyrir Páll, þetta var Björg Guðjónsdóttir sem er fjórða á lista sjálfstæðismanna í Suður. Já, en svo er hérna Greta Mar líka fyrir Frjálslynda sem er náttúrulega sanngerðingur. En hann er maður, hann er kallmaður. Sem við gleyma því. Heyrðu, við ætlum að fara yfir í heita pottinn, getum við nú eiginlega kallað það. Sem við voru alveg sammála áðan, Jón Baldvin, Hannes og Óskar Guðmundsson. Nákvæmlega. Já, við setjum hérna, Jón Baldvin, hvað gerist næst? Nú hefur þú gengið í gegnum svona stjórnarmyndanir nokkru sinnum allavega. Hvað gerist á morgun eða hinn daginn? Já, það er nú ekki mikið að læra af fordæmunum, sko. Þegar við mynduðum Viðeyjarstjórnina þá var það eitt stórt yfirgnæfandi mál sem réði úrslitum það. Það þurfti að tryggja EES-samningnum framgang og þess vegna var sú stjórn mynduð. Það er margt merkilegt í þessari kosningabaráttu og aðalega fyrir það hvað ekkert var talað um. Til dæmis það var ekki talað um Evrópu. Það er réttlætanlegt að sjálfstæðisflokkur og Samfylking myndi öfluga ríkisstjórn ef að þjóðarnauðsyn krefur. Stórt mál eins og til dæmis Evrópuaðild, af því að sjálfstæðisflokkurinn mun að lokum auðvitað verða Evrópusinnaður er ekki orðin það ennþá. Það er ekkert núna. Þannig að núna er bara staðan þessi, stjórnin er fallin, Framsókn hefur goldið afhroð, Vinstri grænir hafa unnið pólitískt afrek, Sjálfstæðisflokkurinn er ok, eins og Hannes var að segja miðað við svona meðaltal einhvern tímann í fortíðinni og Samfylkingin hefur ekki hún hefur tapað, sko, hún hefur ekki náð seinustu kosningum, en hún hefur
í kosningabaráttunni hefur hún styrkt sig, hún í þeirri stöðu að standa við orð sín, vinstri stjórn. Stjórnarandstaðan hefur fellt þessa ríkisstjórn og henni ber að standa við þau orð sín að efna núna til viðræðna, ég vona þessu hafnar, og það að mynda stjórn. Hannes, ekki Geir Haarde bara með Ingibjörgu Sólrúnu og Rydal? Ég held að... Rydal, ekki bara að hringja hana aftur og aftur? Ég held að það sem liggur fyrir að fólkið vill ekki vinstri stjórn og fólkið vill að Geir Haarde verði forstjóri áfram. Það hefur margoft komið fram. Hann langt trúverðugasti og traustasti persónuleikinn. En ef við reynum aðeins að spá í stjórnarmyndunarviðræður, þá held ég að ef ekki meirihluti sem bendur einhvern einn til stjórnarmyndunar að fá umboð, þá annarkvort formaður stærsta flokksins eða sá sem unnið hefur mestan kosningasigur, en þar sem stærsti flokkurinn hefur unnið annan af 2 kosningasigurum, þá verður þetta eðlilegast ef ekki einhver annað samkomulag að hann fái stjórnarmyndunum umboðið. Þannig að þú til að vera Steingrímur eða Geir? Heyrðu, má ég aðeins... Stjórnmálafóringjar vita hvað þið vilja, það bara gera þetta. Jón Baldvin, það er það sem að við sýndum, það ættu að vita. Vertu aðeins rólegur. Það sem gerist er væntanlega það. Ég er alveg rólegur. Ég er sallarólegur. Það sem gerist núna held ég að óhætt að segja að stjórnin sé fallin. Það þýðir að Geir Haarde, verður eins rólegur, það þýðir að Geir Haarde hlýtur að segja af sér. Það þýðir að það verða stjórnarmyndunar viðræður. Það þýðir einhver stjórnarmyndunar umboð og það fer eftir því hvað flokkarnir benda á. Það ekkert einhver, það að sjálfsögðu Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem mun fá stjórnarmyndunar umboðið og mun... Okkur að tala stjórnarmyndunar umboð, þá að mynda stjórn, það er ekkert umboð. Þeir geta þetta að mynda stjórn bara hérna á eftir í setjum. Þetta fær hún umboðið. Hvað umboðast þú að tala? Hver veitur umboð? Það hafa kjósendur veit. Já, það er kjósendur. Kjósendur hafa... Umboðið er ekki Kjósendur hafa veitt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur þetta umboð með því að Samfylkinginni er stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn og eðli máls samkvæmt mun hann freista þess að mynda ríkisstjórn. Vann ekki Steingrímur mestan sigur? Ég meina það er ekki með þetta umboðskal vegna þess að það bara liggur fyrir stjórnin er fallin, stjórnarandstaðan hefur unnið sigur og hún hefur... Stjórnarflokkar töpuðu. Já, en stjórnarandstaðan sagði fyrirfram og hún verður að vera trúverðug það. Hún sagði kjósendum, ef við vinnum sigur þá tölum við saman. Það er síðan þeirra að koma sér saman stjórnarforustuna. Það er ekkert umboð frá neinum. Ef það verður vinstri stjórn... Nema bara sameiginlegt umboð til stjórnarandstaðanar um að mynda stjórn. Ef það verður vinstri stjórn, þá er náttúrulega eðlilegast að sá sem hann sigur og tapaði ekki, eins og Frjálslyndir töpuðu, Samfylkingin tapaði, þá er það eðlilegast að það sem sigraði sem var Steingrímur. En það er ekki forsætisráðherra, er ekki eðlilegast að sá sem er í stærsta flokknum þeim megin verði forsætisráðherra? Það er samningsatriði. En svo er eitt spurning, er þetta einn möguleiki, Hannes, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn gætu náttúrulega tekið Frjálslyndarflokkinn inn með sér. Það er eitt sem að mér langar til að segja í þessu sambandi. Ég er alveg viss um að þeir eru sammála mér um það, Óskar og Jón Baldvin. Það er að í dag er ekkert stórkostleg persónuleg ágreiningsefni eða þannig að menn fer í taugarnar hver og öðrum eða annað þínlegt. Ég er alveg sannfærður til dæmis að ég er nú flokksbundinn Sjálfstæðismaður og þekki nú vel til þar. Það er ekkert vandamál fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vinna með neinum af hinum flokkunum, hvað sem eru Frjálslyndir eða Framsóknarflokkurinn eða Vinstri grænir eða Samfylkingin. Við erum ekkert að útiloka neina, en það er aldrei einkennilegt að heyra þig vegna þess að það er eins og þinn draumur sér sá, Óskar, að reyna að útiloka Sjálfstæðisflokkinn sem var nú að vinna góðan sigur í þessum kosningum frá stjórnarsamstarfi. Þetta er aldrei leiðilegt að heyra þetta. Herra, við verðum að gefa yfir á háborðið. Sjálfstæðisflokkurinn var ekkert að vinna stóran kosningasigur núna. Nei, lítinn en sigur samt. Það er mikið skeggarætt í þessu horni. En við skulum athuga líðan Framsóknarflokksins og fara í Íslandskortið og athuga hvernig flokkurinn hefur það. Við byrjum í Vesturkjördæmi þar sem við vorum að fá 2000 ný atkvæði talin fyrir skemmstu og við sjáum að þar er flokkurinn í þokkalega góðum málum. Hann er að vinna á samkvæmt þessu. Við spyrjum að leikslökum, athugum hvað Herdís Á Sæmundsdóttir er örugginni sem annar maður Framsóknarflokksins í þessu kjördæmi. Ef við förum hins vegar yfir í Austurkjördæmið þá er staðan þessi. Norðausturkjördæmi er svona. Þar var flokkurinn með 4 kjördæmamenn inni síðast og vann glæsilegan sigur með 33,4% fylgi og Valgerður kom þar inn nánast 5. mannu sem beið í gættinni, Þórarinn Sveinsson, mjólkurbústjóri til margra ára. Þetta er staðan eins og hún er núna. Höskuldur Þór Þórhallsson er ekki inni sem 3. maður, hann var það hérna rétt áðan en þetta hefur breyst. Ef við förum í Suðurkjördæmi hjá Sjálfstæðisflokknum þá er Guðni
Ágústsson ennþá inni með annan mannin þrátt fyrir að hafa tapað töluverðu fylgi, þarna inni með Bjarna Harðarson, bóksala og draugavinn frá Selfossi, reynda nágranni Guðna, inni þarna sem stendur og þannig að þetta alveg þokkalegur árangur hjá Framsóknarflokknum miðað við allar skoðanakannir í þessu kjördæmi. Ef við athugum hins vegar líðan flokksins í suðvesturkjördæmi þá staðan önnur. Þar sjáum við að Sif Friðleifsdóttir, ráðherra, fallin af þingi samkvæmt þessu og hrunið mjög hátt. Við sjáum að hann var með 14,9% fylgi og dottinn inn í 5,5% fylgi. Þetta mikið fall og sömuleiðis staðan ekki falleg í Reykjavíkur kjördæmi suður. Þar sjáum við að flokkurinn hér með mikið hrun og Jónína Bjartmarz ekki inni samkvæmt þessu, 5,6% fylgi og það ekki nóg fyrir eilum umhverfis ráðherra. Í Reykjavíkur kjördæmi norður held ég að Jón Sigurðsson sé ennþá inni samkvæmt þessu, við sjáum það hér. Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra og Árni Magnússon, fyrrverandi félagsmálaráðherra voru þarna í 2 efstu sætunum fyrir 4 árum og nú leiðir Jón Sigurðsson nýkominn úr Seðlabankanum þetta kjördæmi. Hann inni samkvæmt þessu en langt í næsta mann Guðjón Ólaf Ólafsson. Jón gæti verið að detta út og inn á þing í alla nótt en við skulum spyrja leikslokum, hann með 6,1% fylgi þannig að hann mjög tæpur inni. Herra menn, þetta Framsóknarflokkurinn á þessari kosninganótt, formaðurinn rétt hangir inni. Hvaða skilaboð þetta til flokksins? Getur hann farið í stjórn með til dæmis vinstriflokkunum? Já, það náttúrulega skilaboð til flokksins að það ekki mikil eftirspurn eftir honum hjá kjósendum og þetta náttúrulega mikið tap og flokkurinn hlýtur auðvitað eins og Jón Sigurðsson sagði hérna með fyrstu viðbrögð að skoða sinn gang og fara í svona ákveðna endurskoðun. Já, það nú kannski ekki mjög líklegt að fara í stjórn með vinstriflokkunum, allavega það hafa verið yfirlýsingar á þann vega. Jón Sigurðsson geti ekki hugsað sér að vinna með stoppflokkunum eins og hann kallaði það, þannig að ég þykja það nú ekki mjög líklegt, nei. Kristján, hvað þetta í sögulegu tilliti? Já, Framsóknarflokkurinn þetta mesti ósigur hans frá upphafi, frá 1916. Versta útkoman fram til þessa var fyrir 50 árum, 1956, þá fór hann niður í 15,6% en núna hann í, hvað þetta? Hann svona í 11%. Þannig að hann hefur aldrei, þetta versta afhróð í sögu, í 90 ára sögu Framsóknarflokksins. Það eru 5 mínútur í næstu tölu, við skulum aðeins sjá landstölur flokkanna hérna við hliðina á mér vegna þess að spennan náttúrulega mjög mögnuð að mörgu leyti og næsti maður sem bankar inn samkvæmt þessu frá Sjálfstæðisflokknum. Það gæti verið Einar Oddur Kristjánsson sem að banka á dyrnar að ég held og þarna sjáum við að Samfylkingin tæp inni, væntanlega með þá Guðmund Steingrímsson. Þetta náttúrulega staða sem við erum eftir að horfa á mjög lengi og þarna spennan hvort að Sjálfstæðisflokkurinn nær að fella sem sagt 20. þingmann Samfylkingarinnar út af þingi og bæta þá stöðu sína sem því nemur en við getum líka farið hérna og séð til dæmis Sjálfstæðisflokkinn á landsvísu áður en við fáum næstu tölur og farið í Íslandskorti og sjá til dæmis Sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi og þar Sjálfstæðisflokkurinn mjög illa á sig kominn og að tapa þarna manni samkvæmt þessu og sjáum hérna flokkinn hérna reyndar að fá landið allt upp á skjáinn en samkvæmt því þá Framsóknarflokkurinn svona búinn að tapa mjög miklu fylgi og ríkisstjórnin fallin samkvæmt þessu og flokkurinn í sárum mjög víða eins og við sjáum hérna. Við sjáum hérna í Reykjavíkur kjördæmi norður, þar ennþá með einn mann inni, Jón Sigurðsson. Hann að tapa sínu þingmanni í Reykjavíkur suður, hann sömuleiðis að tapa sínu manni í suðvestur kjördæmi og í norðvestur kjördæminu heldur hann þokkalega í við það sem hann hafði áður og bætir gott betur. Í norðaustur kjördæmi hann með 2 menn inni, að tapa 2 og í suðurkjördæmi hann með 2 menn inni samkvæmt þessu. Þannig að samtals flokkurinn að tapa 1, 2, 3, 4, 5 þingmönnum, heldur sér inni í 7 þingmanna herbergi og getur þokkalega. Ef við sjáum hins vegar Sjálfstæðisflokkinn á þessu súluriti þá flokkurinn í
svona sæmilegu málum ef ég get orðað sem svo. Hann hérna nokkurn veginn að pari í Reykjavíkurkjördæmi norður með 4 þingmenn, engin breyting þar. Hann með 5 þingmenn í Reykjavíkur suður, engin breyting þar. Í suðvesturkjördæmin hann sömuleiðis með enga breytingu. En sjáum hér að hann að tapa í norðvestrinu. Einar Oddur úti í kuldanum og samkvæmt þessu Herdís Þórðardóttir fiskverkandi frá Akranesi og systir Ingu Jónu langt fjarri því að komast inn á þing. Sömuleiðis staðan þessi í norðausturkjördæmi. Þar hann að bæta við sig 1 manni og 4 menn inni í suðurkjördæmi, þar hann að bæta við sig manni. En við ætlum að fá tölur úr norðausturkjördæmi. Þegar talin hafa verið 11.000 atkvæði í norðausturkjördæmi hafa þau fallið þannig. B-listi Framsóknarflokks 2.352 atkvæði, B-listi Framsóknarflokks 2.352 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokks 3.107 atkvæði, 3.107 atkvæði, F-listi Frjálslyndaflokksins 535 atkvæði, 535 atkvæði, I-listi Íslands hreyfingarinnar 137 atkvæði, 137 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 2.505 atkvæði, 2.505 atkvæði, VAF-listi Vinstri grænir 2.235 atkvæði, 2.235 atkvæði, auðirseðlar 120 og ógildir 9. Þakka fyrir þetta, Jón K.R. Solnes. Talin hafa verið 11.000 atkvæði fyrir norðan, ef svo má segja. Norðaustan getum við haft það nákvæmar og hér eru þau tíðindi helst að Sjálfstæðisflokkur að bæta við sig manni samkvæmt þessu. Ólöf Nordal frá Egilsstöðum komin inn, reynda nýflutt þangað. Við sjáum hér að Samfylkingin að bæta líka við sig manni, væntanlega Lára Stefánsdóttir jöfnunarmaðurinn í þessu kjördæmi og Vinstri grænir halda sínum 2 mönnum. Þetta athyglisvert að sjá hérna Samfylkinguna heldur dala, bæta við sig manni og Vinstri grænir að bæta hressilega við sig manni en halda samt bara aðeins 2 mönnum inni. Þannig að þetta mjög merkilegt. Ef við fáum landið allt með þessar nýjustu tölur og athuga hvort að það einhver breyting á, mér sýnist ekki, samkvæmt þessu Framsóknarflokkurinn í 11,1% og 7 menn inni, hann var með 6 hérna í byrjun kvölds. Sjálfstæðisflokkurinn með 35,5% fylgi. Við sjáum að hann dottinn niður fyrir 36% múrin, ef svo má segja. 6,3% hjá Frjálslyndum, 4 menn inni, Íslandshreyfingin ekki að ná flugi. 30,2% hjá Samfylkingu, hann hefur rofið 30% múrin á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn hefur að fara niður fyrir 36%. Þetta eru töluverð tíðindi þegar klukkan rétt rösklega 11, en 13,7% á landsvísu hjá Vinstri grænum. Hann ennþá að fara niður. Hann heldur sínum 9 mönnum, að bæta við sig 4, eins og hann hefur verið hér í fyrri kvöld, reynda að byrjaði með 10 þingmenn, en hann komin niður fyrir 14%. Þetta vekur sérstaklega athygli. En staðan hins vegar þessi að ríkisstjórnin fallin. Við að fá viðtal við Kristján Þór Júlíusson eftir skamma stund og heyrum þá hljóðið í honum. Hann að ná til sín glæsilegum árangri og Ólöfu Nordal hér sem nýjum þingmanni. Það eru kannski helstu tíðindin ásamt þessum tíðindum með Samfylkinguna sem að ná góðum árangri í þessu kjördæmi. Lára Stefánsdóttir það komin inn. En herramenn, hér eru þau tíðindi að gerast að Sjálfstæðisflokkur komin niður fyrir 36. Já, þetta nú kannski ekki þau úrslit sem held ég að Sjálfstæðismenn vonuðust eftir og þrátt fyrir að flokkurinn að bæta við sig, þá held ég að þetta nú kannski ekki mikil sigur. Hann við náttúrulega muna það að hann tapaði náttúrulega mjög miklu fylgi síðast og var í raun í sögulegu lágmarki. Þetta var 3. versta útkoma flokksins síðast. Að á síðustu 40 árum hefur meðalfylgi hans verið 36,8. Þetta fyrir neðan það. Þetta líka vel fyrir neðan meðalfylgi hans frá því hann byrjaði sem flokkur. Já, ef við förum bara til ársins 1916, þá það 39% meðalfylgið. Einmitt. Kristján Þór Júlíusson tilbúinn í viðtali við Björn Þorláksson á Akureyri. Já, Kristján Þór Júlíusson mættur hér í Káa-heimilið. Hann sigurvegari kosninganna í norðausturkjördæmi eins og þetta stendur núna. Kristján Þór, þín viðbrögð?
þau eru fyrst og fremst þakklæti til stuðningsmanna og ekki síður til okkar frábæru stuðningsmanna allra sem að unnu með okkur og starfsmanna. Þannig að við erum bara ánægðir sjálfstæðismenn í kvöld hér í Norðausturkjördæmi. Þú lagðir undir, þú fórst úr bæjarstjórastóli fyrir þessa baráttu? Já, ég meina aðstæður voru með þeim hætti að ég var að fá nýja vídd í mitt pólitíska líf og það bara að ganga vel eftir. En við erum að tala um nýja ríkisstjórn eða eitthvað? Væntanlega með að það tölu sem að síðast í kortunum en það langt eftir af kosninganótt og hún verður gríðarlega spennandi og skemmtileg. Hún mjög spennandi og skemmtileg. Heldur að þið haldið þessu? Við sjálfstæðismenn hér, ég gerir ráð fyrir því fastlega. Segir Kristján Þór Júlíusson og þá gefum við boltan áfram. Já, þakka fyrir þetta Björn Þorláksson og Akureyri. Við skulum aðeins sjá landið allt aftur til þess að átta okkur á stöðunni eins og hann blasir við okkur núna. Landið allt með þeim hætti að framsóknarmenn eru inni með 7 þingmenn og eru heldur að auka við þessi fylgi byrjuð þetta með 10% fylgi eru komin í 11,1 en það vekur sérstaklega athygli að Sjálfstæðisflokkurinn komin inn í 35,5 og að Samfylkingin komin yfir 30% markið. Gleymið því ekki að flokkurinn fekk 31 slétt í síðustu kosningum, 26,8 í kosningunum þar á undan árið 1999 og Vinstri-grænir sem voru að mælast með, vel í kringum 25% í skoðanakönnum á miðju kjörtímabili eru komin í 13,7. Það komið í tölur úr Suðvestri. Talin hafa verið í Suðvesturkjördæmi 28.250 atkvæði. 28.250 atkvæði og skiptast þau þannig. B-listi Framsóknarflokksins 1.950, B-listi Framsóknarflokksins 1.950 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokksins 11.900 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokksins 11.900 atkvæði, F-listi Frjálslyndaflokksins 1.750 atkvæði, F-listi Frjálslyndaflokksins 1.750 atkvæði, I-listi Íslandshreyfingarinnar 900 atkvæði, I-listi Íslandshreyfingarinnar 900 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 8.250 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 8.250 atkvæði, VAF-listi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs 3.250 atkvæði, VAF-listi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs 3.250 atkvæði og auðir seðlar eru 300. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta úr Hafnarfirði. Hér voru sjálfstæðismenn í síðustu kosningum með sitt besta fylgi yfir landið 38,4% og þeir eru að gera gott betur. Þeir eru að ná inn sínu 7. manni. Það eru 12 þingmenn í þessu kjördæmi og þeir eru með helminginn. Frábær árangur hjá þeim. Sif er ekki inni samkvæmt þessu og sjáum það að meirihlutinn er að breytast. Nú vantar aðeins einn mann til þess að stjórnin ná í sínu meirihluta. Það er ennþá mikil hreyfing í pottinum. Sjáum að Samfylkingin er hérna ennþá með Árna Pál Árnason inni samkvæmt þessu og Ögmundur Jónasson er öruggur inni. Það virðist vera nokkuð langt í Guðfríði Lilju Grétarsdóttur og Frjálslyndir eru með mann inni. Kolbrún Stefánsdóttir er inni, sennilega eini kvenþingmaður þeirra þegar upp er staðið. En þetta eru stærstu tíðindin. Hér er Sjálfstæðisflokkur að bæta hressilega við sig og fyrir vikið skulum við sjá landið allt vegna þess að hann er sennilega kominn með 24 þingmenn, er búin að fá aftur þennan 24. þingmann samkvæmt þessu og Samfylkingin er komin fyrir vikinir í 28,6% af landsfylgi, er dottinn aftur niður fyrir 30% og eru með 19 þingmenn inni og þetta stendur mjög tæft. 19 og 9 hjá vinstriflokkunum, 4 hjá Frjálslyndum, þetta er aðeins 32 þingmenn. Á meðan við sjáum hér 31 þingmann hjá stjórnarflokkunum. Herramenn, nú er þetta orðið nánast óbærilega spennandi.
Þetta er mjög spennandi og við sjáum það að þrátt fyrir að við séum búin að fá fyrstu tölu þá getur ýmislegt breyst og það eru mikla breytingar bara frá síðustu tölum. Þannig lækkar Samfylkingin í þessu kjördæmi. Þetta er frábær árangur að við sjáum Íslandskortið og líðan Sjálfstæðisflokksins í þessu suðvestu kjördæmi þar sem varaformaðurinn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er í oddvita sæti. Ef við sjáum Íslandskortið og skoðum Sjálfstæðisflokkinn í þessu kjördæmi þá er hann að vinna hreint alveg glæsilegan sigur í þessu kjördæmi varaformannsins og er að fara þarna upp í 42,5% eins og ég gat áðan var fylgið síðast 38,5, fara úr 5 í 6. Þetta eru glæsileg skilaboð til Þorgerðar Katrínar. Já, þetta er náttúrulega stór sigur fyrir hana að fá þarna helming þingmanna hennar kjördæmisins, taka inn með sér 5 þingmenn, þannig að hún stendur mjög sterk eftir þessar kosningar að það fari eitthvað í þessa veru. En þetta sýnir okkur þessar tölur núna, hvað við erum að fara inn í hrikalega spennandi kosninganátt. Ríkisstjórnin er að vega salt og líka þetta gerir kaffibandalaginu miklu erfiðara að mynda ríkisstjórn með svona tæpa meirihluta. Hvaða stjórn er í spilunum með við þessar tölur? Það vantar 1 mann á meirihlutann. Þetta geti þýtt að það var ekki meiri líkur á vinstri flokka stjórn heldur en hitt að til dæmis að Samfylking og Sjálfstæðisflokkur færi saman. Já, þannig að það er tiltölulega tæpt að mynda þriggja flokka stjórn bara með 1 mann umfram stjórnarandstöðuna, þannig að þá eykur það líkur á því að það verði þá einhver önnur stjórn, Sjálfstæðisflokkur og þá Samfylking eða VG. Sjáum þingmannalistan í þessu kjördæmi, í suðvestu kjördæmi sem vel að merkja fjölmennasta kjördæmið og það er náttúrulega Þorgerður Katrín efst inni samkvæmt þessu og Gunnar Svavarsson nýr oddviti er inni og sjáum þarna neðst að Kolbrún Stefánsdóttir er jöfnunarmaðurinn og er komin inn á þing og þarna ný andlit eftirtekt. Ragnheiður Elín Árnadóttir er komin á þing og Árni Páll Árnason líka og Ragnheiður Ríkharðsdóttir ásamt Kolbrúnu Stefánsdóttur er þarna í jöfnunarsætinu þannig að Árni Páll er kjördæmakjörinn samkvæmt þessu og menn áttu ekkert endilega að vona þessu að Árni Páll næði inn sem kjördæmakjörinn. Nei, hann hefur verið svona lengst framan að var hann að mælast rauninni bara úti og það var ekki bara núna fyrir nokkrum dögum að hann datt inn þannig að hann hlýtur að vera mjög glaður í kvöld. Logi og Edda, hvernig haldið þið að Sif líði núna? Það er eiginlega nákvæmlega það sem að við erum eiginlega velta því bara fyrir okkur í augnablikinu en ég held við ættum bara að heyra það beint frá henni, ekki satt? Já, það er rétt samkvæmt fyrstu tölum, þá er Sif Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra ekki inn á þingi en það er auðvitað ekki búið að telja út atkvæðin og rétt að bíða með það en Sif, þetta er kannski ekki hughreystandi tölur svona í fyrsta kastinu. Ég hefði gjarnan viljað sjá þetta hærra, en við skulum bíða og sjá hvort þetta breytist en ég sé að það er fall allt land þannig að við erum ekki að mælast í góðum tölum í augnablikinu. Hvernig skýrurðu þetta að Framsóknarflokkurinn tapar svona miklu fylgi? Það er mjög erfitt að skýra þetta því að á sama tíma þá sjáum að Sjálfstæðisflokkurinn er að rjúka upp og við höfum staðið saman í afar farsælu stjórnarsamstarfi þannig að það virðist vera að talið þeim til tekna en okkur ekki. Ef svo fer að þú nærði ekki inn á þing, ertu ekki að fara að huga því hvað þá tekur við? Nei, ég er nú ekkert farin að hugsa um það er nægur tími í það. Það er einnig ekki örugt með formann flokksins sem er óalgengt í svona rótgrónum stjórnmálaflokkum eins og Framsóknarflokkurinn er. Yrði það ekki að þínum mati ákaflega erfið staða fyrir Framsóknarflokkinn ef formaðurinn kemist ekki inn á þing? Við myndum bara fara yfir þá stöðu þegar að hún er ljós, ef að þetta fer svona. Þannig að það er eitthvað sem við getum ekkert tjáð okkur á þessu stigi heldur. Jafnvel þó að stjórnarmeirihluti myndi halda ef þetta ræti sem að nú er talað að þið myndi fá 7 þingmenn. Er þið ekki erfitt að vera í ríkisstjórn og til jafnvægis við flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn með 7 þingmenn og fylla kannski 6 ráðherrastöður? Já, það er allavega ekki heppilegt að vera með mjög veika ríkisstjórn, það er að segja með veika meirihluta. Það er ekki gott þetta með að hafa bara einn meirihluta, það er þetta hægt en það er ekki mjög sterk ríkisstjórn. En við verðum bara að spyrja leikslokum í þessu, þetta er rétt að byrja hérna, þetta eru vísbendingar en þetta er ekki niðurstaða. Finnst þér ólíklegt að Framsóknarflokkurinn sé að sitja í ríkisstjórn áfram með þessa stöðu? Ég get ekkert tjáð með það, það er allavega ljóst að við erum að fá hér minna en við áttum að ná. Og þú ert ennþá bjartsýn þó að horfarnar sé vissulega okkar? Já, þetta er auðvitað vísbending en þetta er ekki búið, þannig að ég ætla að bíða, sjá hvernig nóttið þróast. Segir Sif Friðleifsdóttir, heilbrigðisráðherra sem bíður eftir nýjum og vonandi betri tölum fyrir hana hennar ósk. Heimir Már fyrir Stöð 2 á kosningaskrifstofu Framsóknarflokksins í Kópavogi. Takk að þér Heimir Már, það er komið gestur. Jú, það er komið gestur hérna við hliðina á okkur. Þorsteinn Pálsson. Pálsson, hefur marga fjörunarsopið í pólitík, núna ritstjóri Fréttablaðsins. Þorsteinn, hvernig líst þér á þessar tölur svona sem hafa birst hingað til? Þetta eru náttúrulega mjög þverstæðu kenndar tölur.
Sjálfstæðisflokkurinn að vinna á eftir 16 ára stjórnarforystu, samstarfsflokkurinn að tapa mjög verulega. Stjórnarandstöðuflokkarnir eru 3. Það einn þeirra sem að vinna á og hugsanlega skapa þær breytingar sem þessar tölur að gera, en hinir 2 eru svona nokkurn veginn að standa í stað. Þannig að það eru svona misvísandi skilaboð raunverulega í úrslitunum að því varðar annars vegar stjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana. Þetta ekki klárt eða kvitt? Þetta ekki mjög klárt, nei. Já, auðvitað, nei, ég held að sé ekki hægt að lesa alveg skýr skilaboð og það kemur líka svolítið heim og saman við það sem að sá í skoðanakönnunum varðandi óskir fólks það hvers konar ríkisstjórn það vildi. Ég held að það hafi verið nálega 2/3 sem vildu hafa Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn, en samt svo eins og þessa tölur sína tæpur meirihluti hugsanlega að fella ríkisstjórnina sem flokkurinn leiðir. Hvaða stjórn í spilunum? Hvaða stjórnir í spilunum? Já, það auðvitað erfitt að segja til það. Ef staðan þessi að stjórnarandstaðan hefur 1 þingmann umfram, já, þá hafa þeir meirihluta, þeir hafa lýst í yfir að þeir ætluðu að tala saman. Það dýrt að svíkja loforð í pólitík og ég gerir ráð fyrir að þeir eru í þessari stöðu að sýna með stóðasti einhvert lit til þess að reyna slík samtöl. En ekki geysilega erfitt að hafa stjórn á slíkri ríkisstjórn sem bara með eins manns meirihluta, það má ekkert bregða út af? Já, það getur bæði verið kostur og galli. Ef þú hefur mjög nauman meirihluta, þá hefur ástæðu til þess að halda ríkari aga. Viðreisnarstjórnin sat í 12 ár með mjög nauman meirihluta og hún gekk vel, það var sterk ríkisstjórn og breytti miklu í íslensku samfélagi. Þannig að báða bóa, hvort sem þetta fer á þennan veginn eða þetta myndi snúast við, þá ekkert útilokað að starfar ekki ríkisstjórn ef menn eru staðfastir í því samstarfi. Það einn möguleiki reyndar til að gera þetta ögn sterkari að vinstri hreyfingin Grænt framboð og Samfylkingin myndi ríkisstjórn og kippi bara gamla góða Framsóknarflokknum með sér. Jú, það auðvitað einn kostur og ef til vill ekkert ólíklegur. Á hitt að líta að þessir 2 flokkar hafa gert Framsóknarflokkinn svona blórabögli. Þeir hafa gert hann að tákni þess sem þeir hafa verið að berjast gegn. Ef þeir ætla svo að nota hann til þess að tryggja meirihlutann, er það þá ekki fyrsta skrefið í það að brjóta trúnað við það sem þeir hafa sagt við kjósendur? Ef þú setur því í spor þeirra sem eins og segir bara Steingríms og Ingi Björgar og hugsanlega meðreiða sveina þeirra hvort sem verða frjálslyndir eða Framsókn. Á hverju heldur að steyti helst við það að koma saman stjórninni? Það nú erfitt að segja en það þannig að vinstri grænir, það sá flokkur sem liggur lengst til vinstri, hann sker sig líka mest úr. Það mest bil milli hans og annarra flokka. Það minna bil milli allra annarra flokka. Þannig að allir samningar við þá, alveg eins og við Alþýðubandalagið í gamla daga sem var í svipaðri stöðu, þýða það að það þarf meiri málamiðlanir. Meiri málamiðlanir þýða aftur það að baklandið verður óánægt. Þeir flokkar sem eiga aðild að slíku samstarfi eru að brjóta meiri trúnað gagnvart sínum kjósendum og það þess vegna sem samstarf af þessu tagi hefur verið erfitt, ekki af því að forystumenn þeirra hafi verið eitthvað lakari stjórnmálamenn en aðrir, heldur vegna þess að eðli samninga þeirra á millum hefur verið miklu erfiðara og ég held að þeir standi einfallega frammi fyrir þessu að það er meiri gjá milli Samfylkingar og Vinstri grænna heldur en Samfylkingar og Sjálfstæðismanna. Segjum að stjórnin haldi með einu manni sem gæti alveg gerst í nótt. Mun hún þá halda áfram? Já, ekki þori ég að spá það en ég hugsa að það ráði mest af því hver vilji Framsóknarmanna í þeim efnum. Framsóknarflokknum var breytt þegar Halldór Ásgrímsson tók við forystu. Þetta var flokkur sem var á miðjunni að meðaltali. Hann var eitt kjörtímabil til hægri, annað til vinstri og meðaltali á miðjunni. Halldór breytti þessum flokki í staðfastan
frjálslyndan miðjuflokk sem var ekki að hlaupa svona sitt á hvað. Það leita sjálfum sér að slíkur flokkur var minni. En í fyrsta skipti í sögunni hefur hann þó setið í 3 kjörtímabil í stjórn og það er meiri árangur en flokkurinn hefur nokkuð tímann áður. En þegar að svona fór að gefa bátinn þá fékk ég á tilfinninguna að þeir svona væru farnir að efast það hvort þeir ættu að taka upp gamla stílinn eða halda hinnum þeim sem Halldór skapaði og ég held að það hafi verið aðal veikleiki þeirra að gera það ekki upp við sig og nú standa þeir frammi fyrir því að raunverulega gera það upp. Það verður spennandi að fylgjast með þessu áfram við gefum aftur yfir á Loga og Eddu. Kæra þakkir Þorsteinn. Þetta var Þorsteinn Pálsson sem engin nýgræðingur þegar pólitík annars vegar. En það eru konið fleiri gestir Loga. Hérna er Barbara Kristvinsson, velkomin til okkar. Þú ert ráðgjafi í Alþjóðahúsinu og hefur búið hér á Íslandi frá 1991. En við fengum þau nú hingað eiginlega vegna þess að þú varst að kjósa í fyrsta sinn á Íslandi í alþingiskosningum í dag. Og hvaða tilfinning fylgir því? Það var mjög spennandi. Fyrst og fremst takk fyrir kynni mér rétt. Ég svo oft kynnt sem Barbara Kristvinsdóttir. Kristvinsson. Já, það var fyrsta skipti því það var bara í haust sem ég stóð loksins sem ríkisborgararéttindi. Já. Og það var mjög spennandi. Já. Ég var alltaf fylgist með en þetta er fyrsta skipti sem ég fekk exit mitt í framann eitthvað. En það var mjög spennandi. Já. Og góð tilfinning. Við tölum svolítið daufa kosningabaráttu núna eins og við gerum þetta alltaf. Hvernig finnst þér íslenska kosningabaráttan? Það er svo courteous og rólegt í Bandaríkjunum. Það er svo ljótt. Ég meina, það er bara mjög courteous. Fólk meir og minna bara tala málefni en ekki segja lóta hlutir hvert annað. Eins og oft gett í Bandaríkjunum. En nú er töluvert af innflytjendum á listum á Íslandi í þessum kosningum. Já. Sem væntanlega vekur ánægju þína. Já, auðvitað. Ég hef fylgist mjög vel með að það er gaman að hlusta á fólk tala málefni. Það er oft segja þetta fólk eða tala okkur sem vinna af. En við erum bara fólk. Auðvitað ég fylgist með útlendingamálum ekki bara. Nei. En bara mér langar að spyrja þig hvernig finnst þér Íslendingar taka á móti útlendingum, innflytjendum? Bara mjög vel. Já. Þannig að þú kvartar ekki yfir neinu? Ég kvartar yfir, nei. En það myndi væntanlega breyta dálitlu ef að innflytjandi færi inn á Alþingi Íslendinga? Akkurat. Ég veit ekki hvað það gerist núna en það styttist í það kannski næsta. Það gerist kannski næsta. Já. Hvernig ætlar að eyða kosninganótt? Nú ertu búin að vera hérna hjá okkur. Já, það er búin að bíða hérna frammi. Þú bara fara heim og aðtöku hver var Eurovision. Það var Serbía, ég get sagt það. Það hefur verið að fylgjast með þetta alveg hvoru tveggju. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Eins og er í annan mann sem heitir Árni Jónsson, þar sem þriðji hver sjálfstæðismaður, það lítur út fyrir það að þriðji hver sjálfstæðismaður hafi strikað hann út í þessum kosningum. Í Suðurkjördæmi. Hvernig meturðu útkomuna hjá sjálfstæðismönnum núna? Já, það eru fyrstu tölur bara komnar. Það er að gefa vísbendingu. Það er segja að sjálfstæðisflokkurinn er mjög sterkur í Suðurkjördæmi, langsterkasti flokkurinn og það er spennandi. Við erum að halda því sem var til að mynda kynnt í skoðanakönnunum 37% og að þeim nótum er frábæra árangur. Þannig að við getum verið fagnað því hér í Suðurkjördæmi að flokkurinn er sterkur. Sagt var eftir einum stjórnmálamanninum að menn vonuðu hið besta en byggju sig undir hið versta. Gildir það kannski þá ekki í þessu tilfelli? Jú, þannig er það alltaf í stjórnmálum. Menn verður að vera klárir í það og reyndar kannski lífinu sjálfu líka. Og þetta er spennandi, þetta vaggar svona á brúninni í mörgum tilvikum og stendur tæft í hlutfalli milli flokkana og það er eiginlega ekkert að segja það fyrir leikslokun þegar búið að telja upp úr kossunum. Hefur velt fyrir þér ríkisstjórnarsamstarfinu núna? Nei, það er ekki tímabært að gera það. Það er vitað og talið fyrirfram að það stæði tæft með ríkisstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og þá eftir að ljúka þessari vinnu að kanna vilja kjósenda og út frá því verður að leggja spilin á borðið. Nú berast það fregnir frá talningastöðu á Suðurlandi að þessi talsverðum útstrykarnir hjá sjálfstæðismönnum. Viltu tjáðu það?
Hvað merkir það? Nei, ég fjalla ekkert getgátur sem liggja ekkert á borðinu. Það varla tímabært en þá ekkert slíkt að vera komið fram ennþá frá talningastöðum. Það einhver misskilningur. En þú sjálfur, nú ert þú komin greinar inn á þing. Á hvað stefnir þau? Ég stefni á það að skila árangri eins og ég alltaf gert í stjórnmálum, vinna að góðum málum og þau eru nóg verkefni sem eru framöndan, stór og smá og ég vona að ég geti lagt til lið eins og ég get best. Hvernig er tilfinningin á þessari stundu? Hún er bara góð, markmiðinu er náð. Ég setti stefninu á miðið og það hefur verið siglt fast með þolinmæði og góðra manna hjálp og ég er þakklátur fyrir allan stuðning sem ég hef fengið og fyrir þann stuðning sem flokkurinn fær núna og vona að það gangi allt vel í þeim efnum. Árni, þakka þér fyrir. Þetta er Gísli Óskarsson í Vestmannaeyjum fyrir Stöð 2. Já, þetta var Árni Jónsson sem þarna var, en við ætlum að gera smá hlé og höldum svo áfram fáum formennina fljótlega. Ég hef alltaf haldið með Vestur-Þýskalandi í Eurovision-keppninni. Það er náttúrulega Nicole sem hafði þessi áhrif með I'm Bisschen Frieden. Auðvitað veit ég að Íslendingar eru farnir að taka þátt. 4 points. Belgium 6 points. En ég meina, maður getur ekkert farið að skipta. Af hverju skiptir þið ekki? Komdu í hóp ánaðustu viðskiptavinana. Ein bisschen Frieden, bisschen Sonne. RAV4, nú með hinu byltingarkennda IADS. Alveg nýr heimur. Toyota. Komið sæl, þetta er kosningavakan á Stöð 2 klukkan að verða 11:30 og það er ennþá langt í land. Við ætlum að renna ykkur fótskriðu í gegnum öll kjördæmin í þessu landi sem eru vitaskuld 6 og byrja hér í norðvesturkjördæmi. Sjáum að ríkisstjórnin er naumlega fallin. Hér í þessu kjördæmi, samkvæmt þessu, er Framsóknarflokkurinn með 3 þingmenn inni og er að bæta við sig einum. Þetta er mjög merkileg tíðindi í þessu kjördæmi. Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að missa Einar Odd út. Hér er Guðjón Arnar sterkur inni með 10,2% fylgi þessu kjördæmi. Samfylkingin er með 2 menn inni, heldur sínum þingstyrk og Vinstri grænir eru sömuleiðis með 1 mann inni. Ef við förum í norðausturkjördæmi og sjáum útkomuna þar sem stendur, þá sjáum við að Framsóknarmenn eru þar með 2 menn inni sem stendur. Höskuldur Þór var inni sem þriðjumaður rétt áður en dottinn út, samkvæmt þessu væntanlega yfir á norðvesturlandið. Hér er Ólöf Nordal inni sem þriðjumaður hjá Sjálfstæðisflokknum, nokkuð örugglega, og sjáum hér að Samfylkingin er með 3 menn inni, bætir við sig Láru Stefánsdóttur úr Brekkuagötunni og Akureyri, framkvæmdastjórinn Knái sem er kominn inn og Vinstri grænir er með 2 menn, 20,6% fylgi. Og það er kannski ágætt að heyra þess í Valgerði Sverrisdóttur sem er í þessu kjördæmi og hvernig hún metur stöðuna. Já, nú erum við á kosningavöku Framsóknarmanna hér á Akureyri, hjá mér er Valgerður Sverrisdóttir. Valgerður, hver eru þín viðbrögð við þessum úrslitum, eins og þetta lítur út núna? Já, þetta lítur náttúrulega ekki nógu vel út eins og er, en það ánóttur að telja mikið. Mikil vonbrigði? Ég minnist þess að kosninganóttu fyrir 4 árum að þá náðum við inn 4. manni þegar leið á nóttina, þannig að ég er að gera mig vonir um að náum inn 3. manni núna í nótt. Svo staðir uppi að þinn formaður varla hangir inni, er þetta ekki afleitt útkoma fyrir flokkinn? Það er mjög
leitt að útkoman skuli vera þessi ef að þetta verður niðurstaðan og mjög mikilvægt náttúrulega Jón ná í kjöri og ég gerir mig líka vonir að það geti orðið. Þið eruð á leið út úr ríkisstjórn? Já, og ríkisstjórnin er væntanlega fallin og þá mun Geir Haarde forsætisráðherra biðjast lausnar og þá er komið að því að nýr einstaklingur og þá væntanlega formaður Samfylkingarinnar fái umboð til þess að mynda nýja ríkisstjórn síns mér. En þér sýnist að þú sért á leiðinni í stjórnarandstöðu? Já, mér sýnist dálítið mikla líkur á því, já. Segir Valgerður Sverrisdóttir og þá gefum við boltann áfram. Já, það eru dimmt fyrir norðan í þessum tölu orðum. Þetta er norðausturkjördæmi, við förum í suðurkjördæmið. Mér skilst að norðvesturkjördæmi sé reyndar að verða tilbúið en förum í suðurkjördæmi. Það er hérna svo staða uppi að Bjarni Harðarson er inni sem annar maður hjá Framsókn. Hér eru sjálfstæðismenn í góðri sókn í suðurkjördæmi og sömuleiðis við skulum fá tölur frá norðvesturkjördæmi. Á kjörskrá í norðvesturkjördæmi voru 21.126. Búið er að telja 4.500 atkvæði og hafa þau fallið þannig. Auðir seðlar 56, 56, ógildir seðlar 6, 6, B-listi Framsóknar 977, 977, D-listi Sjálfstæðisflokks 1238, 1238, F-listi Frjálslyndaflokksins 436, 436, I-listi Íslandshreyfingarinnar 58, 58, S-listi Samfylkingarinnar 1135, 1135, VAF-listi Vinstrihreyfingarinnar Græns Framboðs 594, 594. Og við hefum von á tölum aftur klukkan 1. Takk fyrir þetta. Hér sjáum við þau tíðindi að Einar Oddur er ennþá úti en takk eftir þessu. Framsóknarmenn eru með 3 menn inni, þetta vekur sérstaklega athygli en Einar Oddur er sem sé úti og Samfylkingin sem var með Önnu Kristínu Gunnarsdóttur inni fyrir stuttu síðan er komin aftur út. Vinstri grænir eru með Jón Bjarnason inni samkvæmt þessu. Þetta eru töluvert merkilegt tíðindi að sjá þessa Framsóknar sömbu hér á Norðvesturlandi. Hún er mjög merkileg í ljósi allra annarra talna sem við höfum verið að sjá hér í kvöld. En Einar Oddur er úti og Anna Kristín er aftur dottin út samkvæmt þessum tölum. Sjáum landið allt í þessu ljósi. Sjáum landið allt í þessu ljósi hvort þetta hefur haft einhver áhrif. 7 menn ennþá hjá Framsóknarmönnum, 24 hjá Sjálfstæðismönnum, 31 þingmaður samtals og stjórnin er fallin með 1 manni og sjáum að Samfylkingin er hérna með 19 menn inni og VAF með 19 eru komin í 14,3% fylgi, Samfylkingin hér með 28,4 og frjálslyndir öryggir inni með sína menn eru langt frá 5% markinu, 6,4% fylgi. En að svo mæltu held ég sé ástæða til að heyra í formunum flokkana þegar að staðan er þessi að ríkisstjórnin er fallin með 1 manni. Þau eru hérna hjá okkur fólki sem ræður þessu. Núna, næstu daga og Geir Haarde, þetta liggur beinast við að spyrja þig, munt þú biðjast lausnar fyrir þig og ráðuneytið þitt, já, hvenær, morgun eða hinn daginn? Ef að ríkisstjórnin fellur þá mun ég sjálfsögðu gera það. Á mánudaginn eða hvað? Mánudag eða þriðjudag, en þetta er náttúrulega ekki klárt ennþá. Og þetta eru töluverða sviptingar frá því sem var hér fyrir í kvöld og við höfum bætt við okkur hérna 1% stigi sýnist mér á kostnað stjórnarandstöðu flokkana og mér sýnist að fyrir Sjálfstæðisflokkin séu þetta mjög viðunandi úrslit í ljósi þess að við höfum verið í ríkisstjórn í 16 ár og svona sögulega séð að þá er þetta nálagt 50 eða 45 ára að meðal þess úrslitum flokksins. Ég var nú að skoða það einmitt í dag og þetta er hærra, þetta er prósentustigi hærra heldur en 30 ára meðaltalið. Þannig að þetta er alveg viðunandi og við erum alltaf að bæta við okkur töluverðu frá síðustu kosningum og sýnist mér 2 þingmönnum eins og staðan er núna. En hvað verður síðan með stjórnarmynduna þá er náttúrulega, sjáum við hvorum megin við 32 þingmanna streikið stjórnin lendir. Ef að ríkisstjórnarflokkarnir fá 32 þingmanna þá þarf ríkisstjórnin ekki að segja af sér. Hvernig svo sem er niðurstaða í viðræðum kann að verða eftir það. Jón, ef þeir sem horfir og þið haldið ekki velli saman. Ert þú tilbúin að fara í ríkisstjórn með Ingibjörgu Sólrúnu og Steingrími J? Það er allt of snemmt að svara þeirri spurningu. Við erum í ágætu stjórnarsamstarfi
og við þurfum að sjá hvernig þessu lýkur hér í nótt. Það eru greinilega sveiflur frá tölum til talna eins og verða vill. Þetta hins vegar mjög mikið áfall fyrir okkur. Það ljóst, það sögulega mjög mikið og versta áfall sem við höfum orðið fyrir. Það kemur okkur kannski ekki öllu leyti á óvart, en ég vil nota tækifærið og þakka öllu því fólki sem hefur verið að vinna fyrir okkur í kosningamiðstöðunum í öllum kjördæmunum. En það er mjög eðlilegt og lýðræðislegt viðbragð að við drögum okkur þá í hlé og frumkvæði og forysta stjórnarmyndun hlýtur að færast til annara frá okkur. Það er ekki nema eðlileg lýðræðisleg regla. Þannig að þú telur ólíklegt að Framsóknarflokkurinn sé í stjórn? Ég tel það mjög ólíklegt miðað við það sem við erum að sjá. Ingibjörg Sólrún, þið tapið aðeins en haldið samt svona nokkurn veginn sjó í Samfylkingunni. Munt þú gera tilkall til þess að fá umboð til að mynda ríkisstjórn? Ég vil nú fyrst segja það, mér finnst þetta frábær árangur hjá Samfylkingunni ef að þetta niðurstaðan við verðum á bílinn einhvers staðar 28–30% sem að margt bendi til. Vegna þess að í síðustu kosningum unnum við þetta stórglæsilegan sigur og með þessu erum við þá innsigla það að það er orðin til hérna stór og öflugur jafnaðarflokkur eins og okkur hefur alltaf dreymt og það er auðvitað hinn glæsilega árangur. Og ég minna á það að fyrir 6 vikum mæltust við með 19% í könnunum, þannig að okkar góða fólk er búið að skila alveg stórkostlegum árangri. En varðandi stjórnarmyndun og stjórnarmyndun umboð, það var bara allt og snemmt að vera að segja eitthvað það á þessum tímapunkt. Við sjáum það, þetta rokkar hérna mjög til og ég held við nú bara að spyrja að leikslokum. Segjum til þess að kaffibandalagið sé með meirihluta, eins og allt bendir til núna. Verðið þið þá ekki að standa við þau orð að reyna það fyrst, það er búið að segja það oft? Að sjálfsögðu munum við tala saman fyrst, við höfum alltaf sagt það, en það er enginn sem getur gert einhverja kröfu til einhvers umboðs, þetta er hjá forsetanum. Ef að ríkisstjórnin segir af sér, þá er boltinn hjá forsetanum og það er forsetans að meta það hvernig hann stendur að málum ekki að vera með neina kröfu. Þið getið mynda ríkisstjórn þess vegna hérna og svo hringdi Ólafur Ragnar og sagði við erum búin að þessu. Jú, en er nú ekki eðlilegt ef að ríkisstjórn fellur og forsætisráðherra skilar umboðinu til forsetans að gefa forsetanum þetta ráðrúm. Ekki gerir Davíð það? Nei, það er önnur saga. Katrín, þér virtist svolítið brugðið fyrstu viðbrögð eftir fyrstu tölur. Þegar virtist nokkuð brugðið, voru þetta sem úrslit sem við höfum séð í kvöld, eru þið vonbrigði? Bjóstu við meira? Fyrstu tölur voru reyndar úr Suðvesturkjördæmi þar sem ég hefði nú vonast eftir meiru en hins vegar er ég harla ánægð með árangurinn á landsvísu. Við erum í 14–15% og mér finnst það nú ansi gott. Ég rifja það nú upp að við vorum undir 9% síðast og auðvitað er þetta hlutfallslega mjög góður árangur sem við erum að bæta hér við. Það stefnir í að svona þegar líður nóttina við náum nánast eða jafnvel alveg að tvöfalda þingflokka okkar sem eru auðvitað bara frábær árangur. En ég segi það, ég hefði auðvitað viljað sjá Guðfríði Lilju Grétarsdóttur inni í Suðvesturkjördæmi þannig að ég kannski var ekkert alveg hress með þær tölur. En það liðsmaður sem var talin ykkar kannski bara sterkasta manneskja í kosningunum var sett í svona mjög erfitt sæti. Hún er frábær manneskja og á þetta heima á þingi. Við skulum gefa aðeins niður á Reykjavíkurflugvöll þar sem að Steingrímur J var að lenda. Sölvi er með hann hjá sér. Við fáum kannski bara viðbrögð frá honum. Já, rétt er það að vera stöðjandi á Reykjavíkurflugvölli. Steingrímur J var að lenda og hann var að koma úr sínu kjördæmi Steingrímur. Þið hefðu viljað meira, vertu hreinskilinn? Nei, þetta er stórkostlegur sigur og ég er búinn að læra miklu meir en svo á langri þátttöku í stjórnmálum að ég sé að hugsa skoðanakannanir þegar kosningaúrslit liggja fyrir. Varstu þegar skoðanakannanir voru að mæla ykkur hæst, var það alltaf þetta sem þú varst að vonast eftir fylgi í kringum þetta? Já, ég vissi að það var tæpast raunhæft að við yrðum eitthvað á þeim slóðum. Svona hlutir, góðir hlutir gerast oft hægt. Við erum að byggja upp okkar flokk og við erum að ná alveg risa áfanga í því núna. Við erum að taka 3. sæti væntanlega í stærðarröð íslenskra flokka. Við erum að fá menn kjörna í öllum kjördæmum og það er sigur okkar sem fellir ríkisstjórnina. Það eru 4, vonandi jável 5 nýir þingmenn okkar sem gera gæfu muninn. Þannig að hvernig sem á það er litið og með fullri virðingu fyrir ágætis útkomu félaga okkar í hinum stjórnmálastöðuflokkunum sem báðir halda það bil sjó, fá nokkurn veginn kjörfylgi frá því síðast. Þá er það auðvitað kosningasigur okkar sem fellir stjórnina. En það eru tvær leiðir til að líta á þetta. Þið eruð helmingi minni en Samfylking og miðað við skoðanakannanir í mjög langan tíma, þá er það töluvert lágt, er það ekki? Nei, það eru bara 14% eða eitthvað svoleiðis. Sem sagt 5% meir en síðast og 4 nýir þingmenn. Við erum næstu því að tvöfalda okkar þingflokk
og skoðanakannanirnar gleymast en úrslitin blífa næstu 4 árin og þetta eru auðvitað stórkostleg tímamót. Ég setti mér 3 markmið fyrir þessa kosningabaráttu. Það var að Vinstri græn fengju menn kjörna í öllum kjördæmum. Það var að við myndum bæta við okkur verulegu fylgi og það var að við myndum fella ríkisstjórnina. Og þessi markmið eru komin? Þau eru öll nást og má ég þá minna á hver setti fyrstur fram hugmyndirnar samstöðu stjórnarandstöðunar, hver spilaði því út á landsfundi og flokksráðsfundi að við ættum að fara norsku leiðina, að búa til rauðgrænt bandalag. Það var ég, þannig að það er engin maður á Íslandi glaðar en ég að þetta tókst. Við sjáum hvað þetta Steingrímur dríðið yfir á Hótel Sögu og kosningavökuna. Þið verður tekið fagnandi þar alveg örugglega. Við ætlum að kveðja hérna á Reykjavíkurflugvelli í bili. Þetta er Sölvi Tryggvason fyrir Stöð 2. Já, Steingrímur þarna vígreifur. Guðjón Arnar Kristjánsson. Þetta er, já, maður myndi kannski segja alveg viðunandi árangur fyrir Frjálslynda-flokkinn, miðað við allt og allt. Það kann að virðast svo, já, en við hefðum nú viljað bæta við okkur bæði í fylgi og þingmannafjölda. Flokkurinn er náttúrulega klofnaði, þannig að... Já, það voru auðvitað átök í flokknum og það er ekkert víst að aðrir flokkar hefði farið betur út úr slíkum átökum heldur en við erum að fara núna. Þannig að það sýnir auðvitað að við erum komið til að vera og höfum alveg kjart til þess að fylgja eftir okkar málum og við munum gera það. Og það hljóta að vera vonbrigði hversu litlu munar að þið skríði yfir þetta 5% mark hérna í 2 kjördæmum. Auðvitað eru þetta vonbrigði en ég held að fólk áttir sig ekki á því að við erum að hugsa langt fram í tímann. Við erum að hugsa framtíðina, kjósa framtíðina og þetta er bara grunnurinn að því sem á eftir að koma í langri baráttu. Við þurftum að fara yfir 3 hindranir. Það var tímahindrunin, korteri fyrir kosningar. Það var fjárhagshindrunin þar sem að hinir flokkarnir voru búin að skammta sér úr almannasjóðum 360 milljónir króna og við ekki með krónu. Erfiðasta hindrunin var hins vegar 5% markið. Því að það var mikill hræðslu áráður í gangi það að það væri ónýt atkvæði sem féllu til okkar. Við hefum alveg örugglega fengið talsvert miklu meira og jafnvel 5% ef að þetta hefði ekki verið í gangi. Og þetta er mjög ósanngjarnt vegna þess að 3,2% myndu skila okkur 2 þingmönnum ef að þessi hindrun væri ekki. Og svo viðbótin þessi Egill, það var allan tíma meira sönglu það að við værum til óþurfta fyrir stjórnarandstöðuna en eina skoðanakönnun sem greindi hvaða við fengjum fylgið okkar, þá var stærsti hlutin frá Sjálfstæðisflokknum og við teljum okkur geta verið stolt yfir þessu stórkostlega hugsjóna og fórnarstarfi sem að fólki hefur unnið og að eiga þátt í þessum vatnaskilum sem nú verða í íslenskri pólitík þar sem að stóriðustefnunni er loksins haggað. Þú ert með einhverja grínmynd þarna í hendinni? Já, þetta er svona nokkurn veginn, Sigmundur oft naskur, þetta er árangurinn. Það vildu allir allt í einu verða grænir, okkur tókst að halda grænu umræðunni gangandi allan tíman sem annars hefði ekki orðið, annars hefði það bara orðið eins og 1999 og 2003, þetta hvarf. Þið eruð að fara á ykkar kosningavökur, gerir ég ráð fyrir, þar sem þetta er verið hillt af krafti og kappi, vonandi sem flest. Eigum við ekki bara að leyfa þessu góða fólki að fara? Jú, við sjáum ykkur aftur hérna seinna í kvöld. Já, þetta eru allt saman hinn merkilegustu tíðindi, Logi. Já, ég held með myndi að halda áfram að tala við leiðtogana. Það er efsti maður í Reykjavík í Suðurkjördæmi. Sem að er hann Árni Matthísen. Árni Matthísen sjálfstæðismaður. Já, sem er flutt í lögheimili sitt. Já, í Tryggvabæ. Já. Það er 1,6 km á sænum. Þá gat það kosið sjálfan sig, þú veist það. Nákvæmlega. Með fyrir að gera það. Já. En við skulum skipta á Árna á þessum og heyra hvað hann hefur að segja mögulega stjórn með Samfylkingu til dæmis. Já, Árni Matthísen er leiðtogi Sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi og Árni, þú hlýtur nú að vera nokkuð ánægð með ykkar árangur hérna? Já, ég er nokkuð ánægð með okkar árangur hérna. Við erum að bæta við okkur samkvæmt þessum fyrstu tölum, hvað er 7% og mér sýnir svona samkvæmt þessu að þá séum við að fá 4 menn kjörna. Það er ágætt frammistaða held ég. Við erum reyndar líka að bæta við okkur á landsvísu og bæta við okkur manni samkvæmt þessu. En ég get nú svo sem ekki neita því að það var nú að vonast eftir því að við myndum bæta okkur allavega örlítið meira heldur en að raun ber vitni og kannski á það eftir að gerast í kvöld. Tölurnar á norðvestu kjördæminu voru kannski ekki mjög greinilegar en þá, kannski skýrist síðar. Já, miðað við töluna hjá Framsóknarmönnum þá eru þeir ekki að fara í sæng með ykkur núna. Já, mínir heimildamenn sem eru ákaflega góðir Árni segja mig það að þið séu nú þegar byrjar að ræða við Ingibjörgu Sólrún og Kó, er það ekki rétt? Svona á bak við tjöldin? Ég hef ekki frétt af því
En ef það svo er þá er það auðvitað byrjun. Það þarf náttúrulega samkvæmt þessu að byrja á því að reyna að mynda nýja ríkisstjórn og við erum auðvitað tilbúin til þess að taka þátt í því og ég held að tveggja flokka stjórnir að þær séu miklu farsælli fyrir okkur. Það sýnir bara reynslan og við munum ekki skorast undan. Þetta er sterk tveggja flokka stjórn. Já, hún er gríðarlega sterk, það er óhætt að segja það. En það er kannski það sem að þarf þá, ég skal ekki segja það, en auðvitað er að minnst einn annar tveggja flokka valkostur í stöðinni, sem við skulum kannski ekki útiloka strax. Segir Árni Matthías, en við kveðjum hérna frá kosningavöku sjálfstæðismanna á Hótel Selfossi. Þetta er Páll Ketilsson fyrir Stöð 2 í Suðurkjördæmi. Já, þakka ykkur fyrir í Suðurkjördæmi. Hér erum við í Reykjavík og hingað er kominn Pálmi Gestsson. Heyrðu, þú lítur dálítið öðruvísi á kosningar, líturðu eiginlega heldur en svona flestir aðrir. Við ímyndum okkur að þú sett svona að fara yfir sviðið og leita fórnarlömbum. Já, ég var nú átt að mig á því að ég á ýmislegt sameiginlegt með þessum þingmönnum sem er að falla út og koma inn, því að ein kosninganótt getur breytt heilmiklu fyrir mig, já. Ég get orðið öryrki á einni nóttu. Það vaknar svona spurningina, hver verður, af ykkur spaugstofumannum, hver verður Katrín Jakobsdóttir? Er það ekki Örn Árnason? Jú, ég er ekki fastlega með því. Hver verður Bjarni Harðarson? Já, nú veit ég ekki. Einhver hluta vegna hefur nú loðað við mig lengi að taka framsóknarmenn, af hverju veit ég ekki. En eins og er nú Karl Ágúst í því núna. Tölum tilfinningar, það blundar eða framsóknarmaður. Ég blundar ekki fól í öllum mönnum. Blundar ekki þér alþýðuflokksmaður? Jú. Já, það blundar í mér. Við erum yfir og undir og allt kring. Þú varst á lista, verður ekki alltaf? Já, alveg. Já, það var svona það bil sem hann spilaði mikið á hljóðfæri og sax og fiðlu og slíkt, er það ekki? Jú. Nei, en Pálmi, fyrirgeðu Ég tók eftir hann sett frammi með formönnum og hann var bara, gerði sér lítinn bara þarna. Já, auðvitað. Ég meina, við erum í þessu andrúmi, það veit enginn hvað að gerast, þeir allir þarna og maður er bara í miðjunni, Já, en hvernig taka þessi með þér? Eru þið svolítið í vörn? Láta þið lítið á sig bera? Nei, þeir taka, þetta er allt góðu vinir mín. Halldór var stundum pínust bældur. Já, hann var það. En hann er farinn. Já, hann bara hætti út af þér. En ef þú... Já, út af mér? Já, það er náttúrulega, ef þið segja að ég hef fellt stjórnina, segjum það. En Pálmi, þið segist alltaf verið í stjórnarandstöðu, er það ekki, Þannig ábyrgð ykkar er einhver. Já, hún er það og eins og ég segi núna ef menn alltaf halda því fram að við höfum fellt stjórnina þá krefst ég þess að Spaugstofan fái stjórnarmyndunar umboð. Það gæti alveg farið þannig. En ef þú horfir nú yfir sviðið og horfir yfir þessa þingmenn sem eru inni samkvæmt síðustu tölum, hvern langar þig að leggja fyrir þig, ef ég má orða það þannig? Ég vil nú eiginlega segja eins og þeir eru að segja og voru að segja það er eiginlega full snemmt að spá í það. Við erum að láta kosninganóttina líða. Já, þú bara talar um stjórnmálum, það er ekki eins og... Nei, en hins vegar verð ég kannski að vekja athygli á því að ég hef nú margt líka annað að gera en að betri stjórnmálamönnum, Nú? En svo við höfum margótt rætt að geta náttúrulega eftirhermur ekki verið leikarar. Nei, það hefur verið sagt. Það er sjónarmið, já. Pálmi, það var afskaplega ánægilegt að fá þig. Gaman að hitta ykkur. Og við ætlum að taka okkur östullí að koma svo aftur með tölur og segja meira. Við gerum það. Já, nei, þetta var bara alltaf... Það skiptir ekki máli hvað fyrirtækið þitt þarf að senda. Láttu póstinn koma því til skila. Pósturinn, allur pakkinn. Nú geturðu hringt í 1441 og fyllt á frelsið með símanum þínum. Þú skráir debet- eða kreditkortið þitt einu sinni á síminn.is eða í næstu verslun Símans. Síminn. Bræður og systur, það er komin tími til þess að kjósa ótakmarkað niðurhald
Ríkisflokknum hugsa fyrir þig. Samkeppni skiptir þig engu máli. Kjósum samkeppni. Kjósum Mjólku. Jæja, alltaf gaman að Pálma. Já, alltaf gaman að Pálma. Heyrðu, við ætlum aðeins að líta öxl. Já, en ekki fram á við. Já, það frá. Það nú þannig að við vorum hérna í dag að æfa göngutúrun okkar í uppáskýningunum og við ætlum svona eiginlega að velta því fyrir okkur hvernig þetta hefði verið svona einn fyrri ár. Hvernig menn hafa byrjað að Hvernig menn hafa þróast og orðið miklu betri. Það eiginlega það sem við ætlum að gera. Ábyggilega. Já. Verið velkomin í kosningasjónvarp Stöðvar 2 sem mun standa þar til síðasta atkvæðið hefur verið talið upp úr síðasta kjörkassanum. Gott kvöld og velkomin á kosningavöku Stöðvar 2. Komið sæl og velkomin á kosningavöku Stöðvar 2. Komið sæl. Íslenska þjóðin velur sér í dag nýja fulltrúa á hið fornfræga Alþingi og í nótt munum við fylgjast með því hvernig til hefur tekist. Gott kvöld og verið velkomin á kosningavöku Stöðvar 2 og Bylgjuna. Gott kvöld ágætu landsmenn. Kosningavaka Stöðvar 2 er hafin og hér verður ekki staðan numið fyrir en ljóst hvaða fulltrúa landsmenn hafa kosið á nýtt Alþingi Íslendinga. Það sko rétt eins og áður þá Mikið spennað í Kópavogi. Aldeilis glæsilegt þetta. Frábært. Og nú það bil hálfur annar klukkutími þangað til kjörstöðum verður lokað. Þangað til þá, við verðið sæl og eigið góða ráð. Þetta var skemmtilegt. Góða nótt var það bara. Já, yfirferðið mjög ást og best þarna með djúran-djúran-greiðsluna. Dálítið góð. Ég ger þetta ofta fyrir í hljómsveitina að redda mér að klippingu. Góðum glerjum og talandum gott hár sem við sáum að við skulum vinda okkur yfir í Sigmund Edni sem held ég bara sestur á Alþingi. Ég held að. Já, gamli draumurinn hefur ræst og ég er sestur á hið háa Alþingi og við ætlum aðeins að skoða mögulega ríkisstjórnarmyndanir sem fara í hönd á næstu dögum. Spurningin hvort að menn eru hreinlega búin að mynda stjórn en það er margt í stöðinu náttúrulega og við skulum skoða hvaða staða kemur upp og lita þessa stóla eins og er. Við sjáum að ríkisstjórnin er naumlega fallin samkvæmt því. Hún er með 31 hér samkvæmt þessum tölum hér og stjórnarandstaðan með 32. Ef við hins vegar skoðum sterkasta möguleikann sem er náttúrulega samstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, þá fáum við allt aðrar tölur, 43-20. Þetta er náttúrulega alveg feikilega sterk stjórn. Skoðum hvernig möguleg vinstri stjórn með grænu ívafi yrði, þar yrði sem sé Framsóknarflokkurinn með, þar erum við að fá tölur á borði þessar, 35-28. Þetta eru svona helstu möguleikarnir í stöðunni sem stendur en það er náttúrulega á eftir að gerast margt eftir því sem líður á nóttin og menn eru þegar farnir að pískra saman hvaða möguleikar er í stöðunni en sem stendur er ég þingmaður Sjálfstæðisflokksins og kominn inn á þing sem bara nokkuð góðu maður á einhverju kjördæminu. Spurningin er hvernig þetta fer allt saman, hvort þetta verður sem sé þessi 35 manna ríkisstjórn Samfylkingar, Framsóknarflokks og Vinstri grænna en svo gat ég líka áðan þegar við fáum aftur upp Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu þá erum við þar með alveg gríðarlega merkilega sterka stjórn sem eru hvorki meira en minna heldur en 20 menn í stjórnarandstöðunni og 43 í meirihlutanum samkvæmt þessu og þetta yrði einhver sterkasta stjórn í sögu íslenska lýðveldisins sem stofnað var nú fyrir nokkuð mörgum árum. En þetta segir við gott í bili hérna úr þingkosinu. Það eru margir möguleika ennþá í stöðunni og við skoðum þá eftir því sem líða tekur á nóttina. Þakkaði fyrir það Sigmundur Ernir. Nú, eitt af því sem við sjáum í Suðvesturkjördæmi er náttúrulega það að Vinstri grænir tvöfalda fylgi sitt næstum því. Ögmundur Jónasson er hins vegar ekki með sér Guðfríði Lilju Grétarsdóttur sem þeir Vinstri grænir höfðu greinilega bundið vonir við. En hann hefur ákveðna skoðun á því hvaða stjórn á að mynda. Ég myndir að segja að ég teldi afar líklegt að Ögmundur Jónasson væri svona frekar hlindur vinstri stjórn, bara svo ég myndi giska á eitthvað. Kaffibandalag? Já, við skulum aðtaka hvað Ögmundur segir. Já, þakka fyrir það. Við erum nokkuð góð stemming hérna á kosningavöku Vinstri grænna í Súlnasalnum og Ögmundur Jónasson er býsna ánægður væntanlega með svona fyrstu tölur reiknaði með. Er þetta vísbending kaffibandalagsstjórn? Hvað heldur þú?
Já, það var handsala fyrir kosningarnar að stjórnarandstöðuflokkarnir á þingi myndu freista þess að mynda ríkisstjórn ef stjórnin fjalli og við fengjum meirihluta vikt inn á þinginu og ég fæ ekki betur séð en að allt stefni í að við setjumst yfir það verkefni á næstu dögum að mynda nýja ríkisstjórn. Það náttúrulega ekki búið að telja upp á öllum kössum en heldur eigið meira inni? Ég að vonast til þess að í Suðvesturkjördæmi eigum við eftir að bæta stöðu okkar frá því sem nú Við erum í fyrsta skipti að fá þingmann kjörinn í því kjördæmi. Við vorum að vonast til og ég enn að vonast til að við fáum 2. Það Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Það verður mikill fengur fyrir okkar flokk og fyrir Alþingi að fá notið hennar krafta á komandi kjörtímabili. Sem hvað kemur upp á kössunum en Ögmundur Jónsson ætlar að fara og drekka kaffi með kaffibandalagsmönnunum væntanlega strax eftir helgi en það var þetta komið ljós hvernig fer með það aftur upp í stúdíó. Takk Kristinn Hrafnsson. Já, það komið að því að hættu öllu grínu og snúa okkur að skemmtiatriðunum. Við ætlum að fá örstutt atriði frá stelpunum. Grafalvarlegt. Nei, ég var ekki að panta neitt nudd, sko. Heyrðu, það eitthvað misskilningur í gangi hérna. Heyrðu, ég var ekkert að... Hvað ætlarðu að gera? Heyrðu, já, Ái! Ætlarðu að drepa mig, maður? Og kona mér á leiðinni og ég... Ég að drepast í bakinu! Og hún trillist þegar hún sér þetta í alvöru. Þú veist, hvað líka, ertu geðveik? Nip. Þetta nú ekkert eins og þetta lítur út fyrir að vera, sko. Það kom bara ruddist hérna inn einhver snarbilum nuddkona. Hún hefur örugglega að fara í herbergjavilt eða eitthvað, sko. Og svo var hún heyrnarlaus í þokkabút. Hún heyrði ekki neitt af því sem ég var að segja við hana. Í alvöru talað. Í alvöru. Ég sver þetta, Elísa. Elísa. Þetta var þetta grafalvarlega skemmtiatriði og ekkert grín eins og þú sagðir. Nei, þetta er ekki grín. Mikla tilfinninga. Sumir eru glaðir og aðrir hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum eins og til dæmis... Margir framsóknarmenn, skulum við segja. Já, margir fyrir. Og í Reykjavík Suður Jónína Bjartmars og Sölvi ætlar að tala við hana. Já, við erum stödd hérna á kosningavöku Framsóknarflokksins í Þjóðleikhúskjallaranum og það verður að segjast eins og að það eilítið daufari stemning hér heldur en á Grand Hotel þar sem við vorum áðan hjá Samfylkingunni. Hér hjá mér Jónína Bjartmars, þú ert ekki einu svona inni með við síðustu tölur. Þetta ekki það sem þið voru að vonast eftir. Já, sko við vonuðustum náttúrulega eftir svipuðu fylgi og við vorum með síðast. Það var það sem við vonuðustum eftir og miðað við útkomu Sjálfstæðisflokksins í þessu þá náttúrulega fannst okkur eðlilegt að við nytum líka mikils árangurs í þessari ríkisstjórn. En ef þú skoðar eins og að skoðanakannanir síðustu daga og vikna sem að gæði verið misvísandi og mjög breytilegar að það var náttúrulega ljóst að vorum búin undir hvað sem var. Það verið að senda ykkur ákveðin skilaboð. Já, og þá velti ég fyrir mig hvaða skilaboð eru það. Eru við blóraböggull fyrir eitthvað sem fólk eru óánægt með ef við skoðum síðan stöðu samstarfsflokksins. Þannig ég átta mig ekki alveg hvað skilaboðin eru. En síðan þegar maður skoðar á alla flokkana hverjar þessar niðurstöður eru, ef þær verða svona, ég gerir mér nú vonir til þess að við aukum í þegar líður á nóttina, að þá þetta fyrst og fremst breytingin svo að það eru 4 þingmenn farnir yfir til Vinstri grænna, Samfylkingin bætir litlu við sig, Sjálfstæðisflokkurinn er á svipuðu róli og við erum að missa 5 þingmenn. Hvað þurfið þið marga þingmenn raunhaft til þess að fara í ríkisstjórn? Við höfum sagt að til þess að vera raunhaft að við huguðum að ríkisstjórnarsamstarfi að þá þyrftum við að vera með sem næst því fylgi sem við vorum með síðar sem var 17,6% og svo hafa menn sagt 15, 16, 14, 15, 16%. Við erum menn bara að sjá 12% í þessu. Þetta fylgi hér, útilokar það líka erlista ríkisstjórn?
ríkisstjórn? Ég ætla bara að segja sem svo þangað til öll kurl eru komin til grafar og þá held ég að hvorki við né nokkur annar flokkur sé að ræða neitt stjórnarsamstarf. Þakka kærlega fyrir Jónína. Þetta verður væntanlega löng nótt hjá henni eins og fleirum, inni úti spurningamerki. Þetta er 14.000 atkvæði í norðausturkjördæmi hafa atkvæði fallið þannig. B-listi Framsóknarflokks 3.359 atkvæði, 3.359 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokks 3.773 atkvæði, 3.773 atkvæði. F-listi Frjálslyndaflokksins 696 atkvæði, 696 atkvæði. I-listi Íslandshreyfingarinnar 166 atkvæði, 166 atkvæði. S-listi Samfylkingarinnar 2.973 atkvæði, 2.973. VAF-listi Vinstri grænir 2.866 atkvæði, 2.866 atkvæði. Auðir seðlar 148, 148 og ógildir 19. Já, þakka fyrir þetta Jón Káar Sólnes. Hér eru þau tíðindi að gerast að Samfylkingin á niðurleið með við það sem þeir fengu síðast halda samt sínum mönnum. Við sjáum að Sjálfstæðisflokkurinn er ennþá með 3 menn inni, bæta við sig einum, en Höskuldur Þórhallsson er kominn hérna, prestssonurinn knái inn. Lögmaður reyndar býr svo til núna í Reykjavík, hann er kominn inn samkvæmt þessu og við sjáum að það er töluvert fagnað hér hjá Vinstri grænum minnskosti. Þeir eru hérna með 2 menn inn í norðaustur kjördæmi og ef við skoðum þetta betur þá er þetta helst þær breytingar að Framsóknarflokkurinn er að vinna hérna á eftir því sem líður á nóttina. Fylgi Sjálfstæðisflokksins heldur að dala eftir því sem líður á nóttina og sömuleiðis hjá Samfylkingunni er þetta heldur að dala. Vinstri grænir eru nokkurn veginn á par við það sem er að vera að fá hér fyrr í kvöld. Við skulum fá landið allt og sjá hvaða breytingar þetta hefur. Ríkisstjórnin er ennþá fallin sem nemur 1 manni og sjáum að Framsóknarflokkurinn er hérna með 7 menn, tapa hér 5 mannum og D-listinn er með 24. Þetta hefur ekki haft áhrif á þingmannatöluna í landinu þó að Framsóknarflokkur sé að mælast drjúgt vel í þessu kjördæmi. Þannig að við fáum kjördæmi östutt aftur í þessu norðaustur hluta landsins þá eru Framsóknarmenn á þokkalegri siglingu miðað við fyrstu tölur, komin í 24,3% og 3 menn inni samkvæmt þessu. Jafn margir og sjálfstæðismenn eru með, þannig að þeir eru með þokkalega gott fylgi í þessu, 6 þingmenn af þeim 10 sem í boði eru og við sjáum að Lára Stefánsdóttir sem var hérna inni fyrr í kvöld er dottin út, þannig að þriðji maður Framsóknarmanna er sennilega komin inn sem jöfnunarmaður í stað Láru Stefánsdóttur. Þetta eru tíðindin úr norðaustur kjördæmi. Jæja, ríkisstjórnin virðist ennþá vera fallin, en hvað tekur við? Hafið þið trú á því að það verði kaffibandalags ríkisstjórn? Þóra? Já, kaffibandalagi hittist að minnsta kosti á fundi í gær til að treysta böndin, þannig að þau höfðu allavega trú á því í gær en það var áður en þessa niðurstöðu lágu fyrir. Þetta er alltaf mjög tæpur með. Já, við náum fram á spennandi kosninganót en hún gæti orðið þannig að þetta, sko, áttum okkur á því að það er engin núllstaða í boði í þessu dæmi. Leið og þessi eini hugsanlega færi yfir á stjórnarflokkana að þá snýst dæmi við og þá þarf þessi meirihluti sem er núna að taka afstöðu til þess hvort það hann vilji starfa saman áfram. Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn. Mér heyrist nú á Framsóknarmönnum að þeir sé ekkert á þeim buxunum. Já, þeir hafa sagt, gefið þau skilaboð mjög sterkt hingað til að þeir séu ekkert endilega tilbúinir með svona afhróð að fara í áframhaldandi stjórnarsamstarf. Hins vegar eru þeir jafnvel að segja núna að fyrst að þessi einsmanns meirihluti sem að þeir myndu lafa á þessi stjórn, ef að hann fælist í Árna Johnsen þá væri ekki til í það, ef það væri ekki Árni Johnsen, þá myndu þau skoða það. Vegna þess að Árni Johnsen væri þá dottinn niður. Agnes, mun Ingibjörg Sólrún vilja vera forsætisráðherra í kaffibandalagsstjórn 32-31? Ég hef ekki nokkra trú á því, vegna þess að svona 3 flokka stjórn með einsmanns meirihluta og með þessar loose canons þarna innanborðs að ég held að þær séu ekki slík samsögða er ekki á vetur setjandi. Áttu við að Kristinn Gunnarsson er komið þá þarna megin?
Nei, hann er úti, hann er ekki inni á Vestfjörðum, það er bara Guðjón A. sem er inni á Vestfjörðum. Nei, ég á bara, til dæmis Jón Magnússon, já, við fullt af fólki í þessu þingliði. Með eins þingsmanns meirihluta að þá svona þryggjaflokkastjórn, hún mun ekki gera sig. Þú þá bara að tala um Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu? Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu, það er eitt kostur. Það er náttúrulega eins og Sigmundur var lýsa áðan, það væri gríðarlega sterk ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn, það kemur til greina líka. Vegna þess að ég held að það verði mynduð hér tveggja-flokkastjórn. En Ingibjörg Sólrún, hefur hún öll tromp á hendi sér? Hún sterka manneskjan í þessari stöðu? Ekki vill hún endilega taka þetta tromp og byrja að spila því út eins og komið. Við tókum eftir því að áðan þegar hún var spurð út í hugsanlegt stjórnarmyndar umboð sem að þessa tölu myndi gefinni, þá gaf hún það yfir til forsetans. Enda hvernig er hægt að tala um það að hún hafi öll tromp á hendi sér? Hún rétt heldur hún heldur valla því fylgi sem að flokkurinn fékk fyrir 4 árum. Þó að Vinstri græn hafi orðið fyrir vonbrigðum og hafi bara aukið sig 5% þegar þau voru tíma héldu þau myndu þrefalda fylgi sitt. Svo voru þau orðið mjög sátt við það rúmlega tvöfalda það. Núna eru þau ekki að tvöfalda það en þau eru samt sem áður sigurvegararnir. Já, við skulum, það er mínúta í næstu tölur, við ætlum fyrst að fá smá auglýsingar. Langaði þig ekki alltaf í trommusett? Þú getur fengið hagstætt lán hjá S24. Við hjálpum þér að láta drauminn rætast. S24 og þú hagnast. Tímaleysi. Komdu með þitt tímaleysi til okkar. Síminn 440 77 70. Intrum. Láttu okkur í ríkisflokknum hugsa fyrir þig. Samkeppni skiptir þig engu máli. Kjósum samkeppni. Kjósum mjólku. Farið í hús og þá var kannski kerfið byrjað að væða og þá var maður hlaup undan. Hver vaktar þitt heimili? Öryggismiðstöðin. Komið sæl aftur, klukkan er orðin rösklega 12 og það er komið nýr dagur sá 13. í maímánuði. Við skulum sjá hvað spennan liggur sem stendur. Hér við hliðina á mér er þetta merkilega kort sem sýnir okkur að Samfylkingarþingmaðurinn er næstur út, hann er númer 63 á listanum og það eru nokkið fleiri þingmenn. Þar á eftir er bilið og svo er Sjálfstæðismaðurinn næst að banka inn, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn á samkvæmt þessu næsta þingmann inn. Ef flokkurinn bætir við sig 1555 atkvæðum umfram aðra flokka sem er 2,2% af hans kjörfylgi þá fellur Samfylkingarmaðurinn. Þarna liggur spennan. Það er að koma tölur hér úr næsta kjördæmi sem er Reykjavíkur kjördæmi Suður og við förum að skipta þangað en hér sem sagt erum við að sjá þessa spennu. Við skulum fara að skipta yfir í það kjördæmi, þar eru næstu tölur að koma. Það eru ekki víst alveg tilbúnar en við skulum fara hérna í súluritinn og skoða hérna stöðuna í kjördæmunum eins og staðan er samkvæmt þessum töluðu orðum og byrjum í norðvestur kjördæmi þar sem að líðan flokkana er misjöfn eins og við sjáum og þetta er norðausturkjördæmi, þar eru framsóknarmenn inni með 3 þingmenn og sömuleiðis Sjálfstæðisflokkurinn. Við sjáum að Lára Stefánsdóttir, 3. maður á lista Samfylkingar kemst ekki inn samkvæmt þessu, 2 menn inni hjá Vinstri grænum. Ef við förum yfir í Suðurkjördæmi þá sjáum við að Sjálfstæðisflokkurinn er þar í góðum málum, er með 4 menn inni samkvæmt þessu. Framsóknarflokkurinn er með 2 menn inni og við sjáum líka hér hinum megin á listanum að Samfylkingin er með 3 menn inni og í Suðurkjördæmið er Atli Gíslason inni samkvæmt þessum tölum. Ef við förum í Suðvesturkjördæmið þá sjáum við að þau merkir tíðindi er að Sif Friðleifsdóttir er ekki inni samkvæmt þessu. Framsóknarflokkurinn er aðeins með 7% fylgi í þessu fylgi en hér sjáum við að Steingrímur J. Sigfússon er að koma inn á kosningahátíð Vinstri grænna og ég held við ætlum nú bara að skipta þangað því þar er fjörið.
þeir hlutfallslega frábær árangur sem við erum að ná, við erum að bæta það mjög miklu. Já, þetta var hjá Vinstri grænum, aldeilis stemning þar hjá bænum. Við skulum sjá hvernig Vinstri grænir hafa það á landsvísu. Hér í Reykjanes kjördæmi norður eru þeir með 2 þingmenn inni, bæta við sig 7,5%. Í Reykjavík og suður eru þeir með 2 menn inni og bæta við sig 4,9%. Þeir eru bæta við sig 5,4% í suðvestur kjördæmi og eru með 1 mann þar inni. Í norðvestur kjördæmi eru þeir með 3,4% og 1 mann inni og 2 hér norðaustur og 1 í suðurinu. En við skulum skipta yfir á kosningahátíð sjálfstæðismanna. Þar virðist vera gríðarleg stemning í hópnum en sjálfstæðismenn eru samkvæmt þessu í 24 þingmönnum og geta ágætlega vel unnað. Við skulum skipta yfir á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins sem er nú í hámarki, ef svo má segja. Já, nú er stutt í það að Geir Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, gangi í salinn hér á Broadway. Mér skilst að hann sé hérna rétt fyrir utan húsið. Það er að fjölga hérna í salnum, þannig að það eru frekar fámennt hér fram eftir kvöldi. En nú er að fjölga enda foringinn væntanlegur á hverju stundu og það er nú viðbúið að hann fái hlýjar móttökur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið ágætlega út það sem ennþá af þeim tölum sem hafa birst ennþá. En það eru örfá mínútur í að Geir komi og það er óhætt að segja að hér sé að fyllast húsið að prúbúnu sjálfstæðismönnum sem að mér sé ekki betur en að bíða í þó nokkur eftirvæntingu eftir að fá foringja sín í húsið. En þetta er enga síður foringi sem að eins og á þessar stundu þegar hann kemur hingað að þá er þetta foringi sem að leiðir ríkisstjórn sem er fallin enga síður. Nú er Ég ætla ekki að vera með sérstaklega veislustjórn, Gísli Martin heiti ég. Nei, Geir er að koma. Fá ykkur af því að núna styttist í það að við fáum hingað okkar glæsilegu forystu hingað inn sem hefur unnið þennan góða sigur hér í kvöld. Við erum að bæta við okkur 2 þingmönnum eins og staðan er núna og getum svo sannarlega glaðist hérna fram eftir allir nóttu. En ég ætla að fá ykkur til þess að fara hérna að Jónssonum sjáu þið. Komu foringjans og hann er að stýra sínum flokksmönnum. Þjöppum okkur svolítið hingað. Tökum vel á móti fórstundinni ég sé hér speglast að Geir er komin í hús. Það er mínúta í mesta lagi. Standið upp og farið hér upp í stigann. Tökum vel á móti fórstundinni þegar hún gengur hérna niður tröppunar. Hingra augnablik því að já, raðið ykkur miskunnar upp í stigann. Ég sé hér í stiganum að ég sé Geir í speglinu með orðaða þannig. Og sjálfstæðismenn hópast upp stigann til foringja síns. Þannig ég held að Geir sé að fara að gangi í salinn eiginlega bara í þessum töluðorðum. Og við tökum að móti fórustunni hér þegar hún kemur niður stigann með dynjandi lófataki eins og hún á skilið. Þetta er frábær árangur sem við erum að ná hérna. Við erum að bæta okkur eftir 16 ár í stjórn og ég held að við ættum að fagna því og ekki byrja bara á því að klappa glæsilega. Núna kemur Geir Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins í salinn ásamt eiginkonu sinni Ingu Jónu Þórðardóttur. Og við sjáum að varaformaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ásamt Kristján Arasyni eiginmanni sínum fylgja þeim formannsjónum fast á hæla. Og við heyrum einkennislag Geirs Haarde, Walk the Line er spilað hér undir. Norður, nú hafa verið talin 28.759 atkvæði og þau skiptast þannig B-listi Framsóknarflokks 1.712 atkvæði, 1.712 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokks 10.219, 10.219, F-listi Frjálslyndaflokksins 1.889 atkvæði, 1.889 atkvæði, I-listi Íslandshreyfingarinnar 1.459 atkvæði, 1.459 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 8.530 atkvæði, 8.530 atkvæði,
VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 4.950 atkvæði, 4.950 atkvæði. Takk. Þakka fyrir þetta, Þórunn Guðmundsdóttir. Hér vekur athygli að Sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega á pari við það sem hann fékk í síðustu kosningum. Samfylkingin að dala, við erum að fá nýjar tölur fyrir hratt yfir þetta. Sjáum að hér í Reykjavíkurkjördæmi norður Katrín Jakobsdóttir að taka með sér nýjan þingmann, en þetta vekur sérstaklega athygli. Jón Sigurðsson úti samkvæmt þessu. Framsóknarflokkurinn ekki með neinn þingmann í kjördæmi formannsins, hann aftur dottinn út. En við fáum næstu tölur. Talin hafa verið 11.400 atkvæði. Auður ógildiseðlar eru 156. Auður ógildiseðlar 156. B-listi Framsóknarflokks 2012 atkvæði. 2012 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks 4.055 atkvæði, 4.055 atkvæði. F-listi Frjálslyndaflokksins 640 atkvæði, 640 atkvæði. I-listi Íslandshreyfingarinnar 214 atkvæði, 214 atkvæði. S-listi Samfylkingarinnar 3.221 atkvæði, 3.221 atkvæði. Og VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 1.102 atkvæði. 1.102 atkvæði. Takk fyrir. Já, okkur vantar þarna tölur í þessu kjördæmi, en við sjáum að næstu tölur í Reykjavík norður Reykjavík suður að koma eftir skamma stund. Við skulum gefa bara þangað og fá tölur í því ágæta kjördæmi. Þegar talin hafa verið 30.621 atkvæði hafa atkvæðin skipst þannig á milli flokkana. B-listi, listi Framsóknarflokksins 1723 atkvæði, 1723 atkvæði. D-listi, listi Sjálfstæðisflokksins 11.858 atkvæði, 11.858 atkvæði. F-listi Frjálslyndaflokksins 2.117 atkvæði, 2.117 atkvæði. I-listi Íslandshreyfingarinnar 1.488 atkvæði, 1.488 atkvæði. S-listi Samfylkingarinnar 9.107 atkvæði, 9.107 atkvæði. VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 4.328 atkvæði. Takk. Takk fyrir þetta. Það vekur sérstaka athygli að Sjálfstæðisflokkurinn í báðum Reykjavíkurkjördæmunum á pari við síðustu kosningar. Við sjáum að hann með sína 5 þingmenn hér inni. En Jónína Bjartmarz ekki inni samkvæmt þessum tölum. Þetta hefur ekki haft áhrif að þegar virðist á þingmannatölunni yfir landið allt. Við sjáum að Samfylkingin hér að tapa einum manni fyrir borði í þessu kjördæmi, en Vinstri grænir að bæta við sig manni í Reykjavíkurkjördæmi suður hjá Kolbrúnu Halldórsdóttur. Það vekur nokkra athygli. F-listin hérna með Jón Magnússon inni, og ef við skoðum landið allt í ljósi þessara talna sem við verið að fá hérna nýjar inn frá þessum kjördæmum, þá þingmannabreitingin engin. Framsóknarflokkur ennþá með 7 þingmenn, Sjálfstæðisflokkur með 24 þingmenn, F-listin með 4 þingmenn, Samfylkingin 19 þingmenn, 28% fylgi, og VAF-listin með 14,3% fylgi og 9 menn inni. Við sjáum að Sjálfstæðisflokkurinn var með 35,5% fylgi hér fyrir nokkru síðan, komin aftur upp fyrir 36%, og Framsóknarflokkurinn hefur heldur verið að lagast, hefur ekki náð 12% markinu en komin í 11,6%, þannig að hann slarkfærri heldur en var að mælast hér í fyrstu tölum. Ef við skoðum östut þetta kjördæmi aftur, Reykjavíkurkjördæmi suður, þá sjáum við það að Framsóknarflokkurinn, þetta var hans versta kjördæmi, með 11,3% fyrir 4 árum, en núna hann komin inn í 5,6% í þessu kjördæmi Jónínu Bjartmarz. Þannig að við erum að sjá það núna í þessum töluorðum, við erum að sjá þau stóru tíðindi að Framsóknarflokkurinn ekki inni með umhverfisráðherrann, hann ekki inni með Jón Sigurðsson formann flokksins, og hann ekki inni með Sif
Friðleifsdóttur, heilbrigðisráðherra, hann semst búinn að missa sem stendur 3 ráðherra en að styrkja sig að því virðist úti á landi. Þetta segir við gott að sinni af þessum tölum og förum yfir í spáhorni til að átta okkur á því hvaða tíðindi þetta eru vegna þess að þarna eru 3 ráðherra Framsóknarflokksins farnir fyrir róða og flokkun hins vegar að styrkja sig, minnst í Norðvesturkjördæmi. Já, það ótrúlegt að hann skuli vera að styrkja sig í Norðvestur og það gengur svona þvert á allt sem við erum að sjá og þetta er náttúrulega mjög alvarleg staða fyrir Framsóknarflokkinn á höfuðborgarsvæðinu. Hann í rétt að slefa, nær eiginlega hvergi 6%, fer okkur meinustæði yfir 6%. Sigmundur, tölurnar úr Suðurkjördæmi, þær komu ekki upp á skjáinn, ætlum við ekki konum með það núna? Tölurnar úr Suðurkjördæmi voru þær ekki komnar upp? Við gætum kíkt á Suðurtölurnar eftir smá stund en hvernig meti þetta fyrir Framsókn þegar þeir eru með 3 ráðherra úti og þar á meðal formann sinn? Það verður ekki gaman fyrir þingmannslausan formann að reyna að komast í stjórn? Nei, það held ég að verði mjög erfitt en þó maður veit aldrei, hann náttúrulega ekki á þingi eins og og er samt ráðherra og það kannski framtíð Jóns sem formanns kannski ræðst svolítið af því hvort að hann kemur flokknum í stjórna því að hann getur jáfnvel verið formaður áfram ef hann í ríkisstjórn. Það er mjög erfitt að vera formaður fyrir utan í stjórnarstjórn. Sjáum aðeins Íslandskortið og áttum okkur á því hvernig flokkurinn hefur það hér í þessum kjördæmum. Til og með spyrjum í kjördæmi formannsins ef við skoðum Íslandskortið og sjáum Framsóknarflokkinn í þessu ljósi, þá er hann að tapa gríðarlega miklu fylgi bæði í Reykjavík Norður og Reykjavík Suðurkjördæmi. Hann er nánast í algjörri flatningskjördæmi. Það er verið að strika flokkinn út nánast bara í stóru fjölmennu kjördæma. Já, eins og ég segi, þetta er mjög alvarleg staða í höfuðborgarsvæðinu og menn hljóta að hugsa verulega sinn gang hvernig stendur á þessu. Af því að hann virðist vera allavega, hann hressar út á landi og það er svona spurning þetta lítur að styrkja stöðu til dæmis Guðna Ágústssonar sem varaformanns ef hann inn á þingi en ekki Jón Sigurðsson. En við heyrðum líka Jón Sigurðsson tala mjög skýrt áðan, fannst mér, hann bara talaði þannig að Framsóknarflokkurinn ætlaði sér ekkert að reyna að komast inn í stjórn. Hvernig mátu hans orð í þessu viðtali sem Egill og Svanhildur voru að taka við hann? Já, ég held að hann sé bara að bakka út og nú þurfum við bara flokkurinn að fara í naflaskoðun og... Förum aðeins í Suðurkjördæmi. Það eru komin hérna nýjar tölur í Suðurkjördæmi og það vekur athygli að þarna er Framsóknarflokkurinn enn með 2 menn inni og D-listinn er með 4 menn inni. Samfylkingin er með 3 menn inni samkvæmt þessu en Atli Gíslason er 1 inni sem vinstri grænn í þessu kjördæmi. Þegar við höfum fengið þessar nýju tölur úr Suðurkjördæmi þá skulum við skoða landið allt hvort þetta hefur haft einhver áhrif þessar tölur úr því kjördæmi. Framsókn er lítillega að fara upp á við með 11,6 án er komin í 11,7. 36,2% hjá Sjálfstæðisflokknum og 6,6% hjá Frjálslyndum. Samfylkingin er með 28,1%, er heldur að dala eftir því sem líður á kvöldið og er búin að missa 1 mann hérna fyrir róða og Vinstri grænir er með 14,3%. Þeir voru að mælast í draumahæðum hérna á miðju kjörtímabili með vel yfir 20% fylgi og voru að þrefalda fylgið sitt auðveldlega í könnunum en þegar á hólminn er kominn þá virðist eins og það drægjast saman með þeirra fylgismönnum. En þetta eru helstu tíðindin. Stóri sigurvegari náttúrulega er með flesta nýja þingmenn inn. Vinstri grænir bæta við sig 4. Sjálfstæðisflokkurinn er að bæta við sig 2 en sá flokkur sem geldur hvað mest afhróð er að sjálfsögðu Framsóknarflokkurinn sem er hérna með 5 menn niður og Samfylkingin er lítillega að lækka sig líka samkvæmt þessu. Herra menn, stjórnin er tæplega, það vantar 1 mann. Já, það væri eiginlega fróðlegt Sigmundur að þú sýndir okkur bara núna hver er næsti þingmaður inn yfir landið eftir að við fengum þessar suðutölur. Það gæti verið ennþá minni munur. Já. Það væri gaman að sjá það hvort þú gætir sýnt okkur það. Ef við sjáum landstölur flokkana og sjáum hvaða flokkur er næsturinn þá vekur sérstaklega athygli að Samfylkingin er næst út samkvæmt þessu og Framsóknarflokkurinn er næstur inn samkvæmt þessum tölum og hann þarf ekki nema 294 atkvæði umfram aðra flokka sem er 1,3% af hans atkvæðamagni til þess að komast inn sem 8. þingmaður Framsóknarmanna. Þannig að þarna munar ofboðslega litlu á því að stjórnin hreinlega haldi.
Þarna alveg, þetta ótrúlega lítið munur, það að segja. 294 atkvæði, þetta náttúrulega ekki neitt sem vantar upp á það að stjórnin haldi. Þetta verður ótrúlega spennandi og ég held að við fyrir nú ekki að fullera neitt fyrir en nóttin úti og öll atkvæði talin. Þannig að það, eins og ég segi, þetta getur breyst og stjórnin gæti haldið. Þetta heyrðum við bara stjórnmálamennina hér áðan hjá Agli og Svanhildi að þeir voru mjög varkárir. En gefum okkur það að stjórnin haldi með einu manni, mun hún lifa? Ég held að það sé eiginlega ómögulegt að segja. Ég held að það verði mjög erfið stjórn og Framsóknarflokkurinn náttúrulega hlýtur að spyrja sig, borgaði sig að fara áfram í slíka stjórn. Hann hefur náttúrulega komið mjög illa út úr þessu stjórnarsamstarfi í þetta kjörtímabil. Já, hann stóð frammi fyrir þessari spurningu í borgarstjórn fyrir ári síðan. Hann rétt lagði inn með einn mann og myndaði stjórn. Sjáum þessar tölur aftur hérna við hliðina á mér. Þetta eru lykiltölur sem stendur. Þarna samfylkingarmennirnir tæpastir og framsóknarmaðurinn næstur inn og Framsóknarflokkinn sjálfan vantar ekki nema 294 atkvæði umfram aðra flokka sem 1,3% af hans atkvæðamagni til þess að fella síðasta samfylkingarmanninn út og þar með héldi stjórnin. Þetta eru stóru tíðindin í stöðunni núna þannig að það gríðarlega spenna en við skulum skipta yfir til Loga og Eddu. Já, þar höfum við það, en hér komið gestur til okkar Loga og þetta nú tónlistarmaðurinn Valgeir Guðjónsson sem nú eiginlega ekki tónlistarmaður heldur listamaður. Já, ég var á lista. Nákvæmlega. Og á lista. Já. Og þetta er þessum óbúslega frægu sem ert á listan. Þú ert þetta lista í alvöru, þú ert í framboði núna. Er ég óbúslega frægur? Já, við bara segjum það. Það er alltaf stóru. Já, nákvæmlega. Ég man eftir þessu lagi. Já, þú manst eftir þessu lagi. En þú ert líka hérna sem álitsgjafi. Málið er bara það að flokkarnir hafa reynt að slá svolítið sig með því að búa til kosningalög. Ég var að dunda með það að setja þessi lög á disk og við ætlum að heyra brot úr þessum lögum. Ég langaði að spyrja þeim að fyrsta lagi sem við heyrum, sem að koma hér, þetta? Þetta er Framsóknarflokkurinn. Árangur áfram ekkert stopp. Hvernig finnst þér þetta? Já. Það er eitthvað í þessu. Þetta er náttúrulega létt lag. Já. Og fullt af bjartsýni. En ég þekki höfundinn. Já. Hann er bjartsýnismaður. Já, ég veit nokkuð. En Valgeir, hefur svona áhrif? Ef að vel tekst til, þá getur það haft heilmikil áhrif. Tónlist er eitthvað sem smýgur inn í gegnum húðina á þess að við skynjum það eða tökum eftir því. Já. Þannig að það skildi enginn vanmeta hinn lævísu áhrif tónlistarinnar. Næsta lag á þessum disk sem ég bjóð til í dag, það er nú líka annar vinnuður sem hefur nú blístrað þenn á plötu hjá þér og byrjar einmitt á því núna. Víðgóðum við sögur. Íslandshreyfingin. Þetta er líka bjartsýnt og þetta er svona þjóðlegt eins og hitt var reynda líka. Þetta er svona hitt Framsóknarlagi, svona partílag. Svona rútubílar. Já, þetta er meira útilegu sem að kannski hæfir tilefninu. Og þetta er kannski aðeins á svona hvað maður að segja, þetta er aðeins svo mikill svona ullarsokkur kannski fyrir svona bónin. Mikill ullarsokkur fyrir bónin? Ef ég hérna á að vera með svona álit en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að ég geti haft rangt fyrir mig. En Logi, svo ertu með þriðja lagi, það er alþjóðlegt, enda alþjóða stefna á flokkunum. Já. Þetta er ekki raun. Já. Hvað finnst þér þetta? Má taka þetta lag? Þetta er ekki samið af samfylkingarmanni. Nei. voru ekki... En ekki eftir lagi? Jú, sjálfsögðu það. Mér finnst það er klæðilegra að þetta komi úr launhelgum flokksins. Eða allavega frá þjóðinni, en þetta er auðvitað lag sem allir kunna og þekkja, þannig að nei, já, ég meina við náttúrulega hafa þetta íslenskt. Ég get sagt þetta að Róbert er nú nágranninn býr svona gott í. Hann kom með þetta lag daginn eftir að tóku upp á kvarti mín og við settum inn í bíl hjá mér og hann spilaði þetta fyrir mig svo góðu með sig og svo segir hann
Hvað segir eigum að spila þetta? Já, segir bara ekki opinberlega. Já, heyrðu, Valgeir, hefur þú samið lag fyrir einhverja pólitíska hreyfingu eða stjórnmálaflokk? Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef samið bara fyrir íþróttahreyfinguna og fyrir handboltalagi Já, ég gerði... Ég held ég gangi heim sem að var nú svona kannski meira fyrir alkoholistana. Það sem fyrir alkohol. Það sem Ómar blístraði, var það ekki fílagi? Nei, það var öðru lagi. Já, þetta var svona, svo gerði ég frægt lag það þegar að íslenska þjóðin var vaninn við það að tala smokka. Já, þú átti það líka. Já, þetta var verktakavinna. Já, það var mikið þannig og svo líka það sem enginn sér. Heyrðu, Valgeir, það var afar hressandi að fá þig hingað. Þakka þér ásamlega fyrir komuna og hafðu það gott í loft. Ég hneiði mig bara eins og fólk gerir á Austurlandi. Ég segi það, en það er nefnilega af því að við vorum að tala Íslandshreyfinguna og við vorum með þessa tóna, þá Ómar Ragnarsson var afar svona glaðbeittur yfir þeim, minnstakosti svona þeim áhrifum sem Íslandshreyfingin hefði haft í þessari kosningabaráttu. Sverrir Hermannsson hefur ákveðnar skoðanir á framtíð Íslandshreyfingarinnar. Ég held að Kristinn Hrafnsson sé með hann. Getur það ekki verið, Kristinn? Já, þakkaði fyrir, við erum stöddum fyrir heimili Sverris Hermannssonar. Það farið að kuðla eilítið, það 3 stiga hiti, það álíka mikið fylgi og Íslandshreyfingin að fá nú samkvæmt fyrstu tölum. Sverrir Hermannsson, guðfaðir Frjálslynda-flokksins og faðir Margrétar Sverrisdóttur. Þetta hljóta að vera blenda tilfinningar að sjá svona tölur. Nei, ekki segja það kannski. Ég átti ekki á neinu öðrum von. Það búið að tilkynna okkur þetta í könnunum, í halvan mánuð eða meir. Fylkingin var sein til og átti ekki peninga og svo búið að spá því allan tíman að það sé verið að henda atkvæðum og glæja og svo framvegis. En voru skoðanakannir að skemma fyrir Íslandshreyfingunni? Vafalaust og þessi áróður að atkvæðum væri hent á glæ. Það náttúrulega erfitt við það að eiga, en þetta fólk hefur náð saman. Og barátturinn bara að byrja og það alveg augljóst mál að hún mun ekki þessi fylking láta henda náttúru Íslands á glæ. Íslandshreyfingin, hún komin til að vera? Já, hún rétt að byrja. Þetta svona og málstaðurinn þannig að hún mun bara eflast hérna frá. Þakka fyrir það, við látum þetta duga hérna í bíli og gefum aftur boltan upp í stúdíó. Þakka fyrir þetta Kristinn Hrafnsson á vettvangi út í bæ með mann sem eldri en tæfutri í íslenskri pólitík, föður Margrétar Sverrisdóttur sem ekki inn á þingi samkvæmt þessum tölum sem við erum að fá í hús, en sjáum mögulega breytingar í stöðunni sem stendur. Við sjáum að það mjög nefnt á að næsti maður komist inn sem framsóknarmaður og hér tölur sem við erum að sjá að það þarf voðalega lítið að breytast til þess að þessi rúlletta fari af stað að Steinunn Valdís Óskarsdóttir komi inn og Einar Oddur Kristjánsson sömuleiðis og út fari Sigríður Ásthildur Andersen og Anna Kristín Gunnarsdóttir samkvæmt þessum. Þetta það sem gæti gerst núna nokkurn veginn eins og við stöndum hér að Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Einar Oddur Kristjánsson detti inn á þing og Sigríður Ásthildur Andersen og Einar Oddur þau fari út samkvæmt þessu. Þetta ætla að segja Anna Kristín Gunnarsdóttir að hún fari út. Þannig að þetta það sem í spilunum núna og gæti breyst á næstu tímum, en það mjög naumt að ríkisstjórnin nái aftur sínum þingmeirihluta eins og staðan akkurat núna. Ef að Framsókn nær 8. manninum þá það laginu að þakka. Mér finnst það vera með besta lagið. Besta lagið? Já, mjög grípandi, þetta syngur í hausnum. Já, en þessir herramenn hérna, Björn Ingi, Jóhann Hauksson, Óskar Guðmundsson og Guðmundur Magnússon sem þið ætlaði að spá aðeins í tölurnar og spilin hjá okkur. Guðmundur, ef þú setur þig í spor Geirs Haarde, það hlýtur að vera ákaflega svekkjandi að styrkja sig frá síðustu kosningum en sjá samt fram á það að sitja í stjórnarandstöðu næstu 4 árin. Við sáum nú hérna Valgeir Stöðmann hérna áðan og hann var í stöði og það var músík hjá honum. Mér finnst að það sem vanti núna sé músík í þessu úrslit. Það vantar sigurgleði þeirra sem eru hinnir svona formlegu sigurvegarar þessar kosningar, kaffibandalagið. Það ekki einhvern veginn, það vantar eitthvað í það að manni finnst
trúverðugt að stjórnin sé fallin. Hún það samkvæmt þessum tölum, þær geta breyst auðvitað. Finnst þér ekki vera neinn kemistri á milli þessara manna hana? Nei, mér finnst það ekki og auðvitað munu þessir aðilar, ef þetta fer svona, setjast niður og tala saman, það bara rök aðstæðnanna knýja þá til þess og það fyrirheit sem þau hafa gefið en þetta einhvern veginn ekki trúverðugt og maður skynjar það þannig að það ekki sigur gleði, menn ekki að þyrpast út á götur og faðma stjórnarandstöðu flokkarnir. Það merkilegt. Já, svo þú spurðum Geir Haarde, auðvitað getur hann fagnað því að hafa náð merkilegum árangri eftir svona langan stjórnartíma Sjálfstæðisflokksins að vinna sigur í þessum kosningum. En það annað sem ég held að mann gleymi í því sambandi að það hafa orðið svo gríðarlega þjóðfélagsbreytingar á þeim tíma sem að Sjálfstæðisflokkurinn, þessi gamli flokkur, hefur starfað frá 1929. Það svo merkilegt að þrátt fyrir allar þessar þjóðfélagsbreytingar þá Sjálfstæðisflokkurinn ennþá svona nálagt 40% fylgi þjóðarinnar. Það finnst mér mjög merkilegt. Þrátt fyrir það hvað hann á sér mikla sögu og langa og hvað hann búin að vera lengi í ríkisstjórn. Þannig ég held að Sjálfstæðismenn séu auðvitað í skýjunum þannig séð Hann sé glæsilegt fyrirbæri. Við neitum því ekki Sjálfstæðisflokkur. Jóhann Hauksson, þú pælir nú mikið í pólitík. Hann segir að það sé engin kemistrí á milli þeirra í kaffibandalaginu. Það kann að vera rétt og spurningin ef að á að mynda stjórn á vinstri vegnum, hvort hún verður þá ekki frekar með Framsókn? Ég held að þetta sé rétt hjá Guðmund en ástæðan held ég að sé einfaldlega svo að þetta hefði þurft að vera aðeins meiri munur. 2, 3, 33, 4, þá hefði þetta skipt meira máli. Ekki Ómar Ragnarsson að taka þarna sem mikið Já, hann tekur frá vinstri og hægri. Ég held að það sé óyggjandi, hann gerir það. En ég held að menn þurfi nú að hafa hraðar hendur. Ég tala um Geir Haarde áðan sem heldur sjó og kannski vel það núna. En það sem að ræður hér úrslitum í þessu tíðindin í þessum kosningum eru náttúrulega stórt tap Framsóknarflokksins og í raun og veru sem sagt það sem og sem sé sigur þá Vinstri grænna sem að taka þessa þingmenn sem að en það líka athyglisvert að Samfylkingin, það ekki mjög langt síðan að skoðanakannanir sýndu að þessir A-flokkar Samfylkingin og Vinstri grænir hefðu getað verið með svona 14 þingmenn hvor flokkur en þarna er Samfylkingin greinilega þessi stóri flokkur í stjórnarandstöðinni. Ég held að menn við þurfa að hafa mjög hraðar hendur núna og þetta er mjög flókið. Og það er flókið vegna þess að í fyrsti kostur ef að þetta fer svona sem sagt 1 í plús fyrir stjórnarandstöðuna eða svo að þá þurfa þeir nauðsynlega alveg eins og við sáum Steingrímur J. Sigfússon út á flugvelli fagna ákaft rauðgræna bandalaginu sem að náði að fella ríkisstjórnin eða kannski og það hlýtur að vera fyrsti kostur, það bara rökrétt. En ef að stemningin ekki þessu og það vantar í þetta músíkin eins og Guðmundur segir að þá eru þarna 3 kostir og það Sjálfstæðisflokkurinn inn í þeim 2 í Samfylkingin eða Vinstri grænir annars vegar og svo held ég að það sé nú kannski ekki nema bara þá að flokkarnir, Samfylkingin og Vinstri grænir og síðan Framsóknarflokkurinn. Björn Ingi, segjum svo að því það nú stutt í að það að segja þið fá 8. mannin inn í Suðurkjördæmi að það bætist við þingmannahópinn hjá ykkur. Heldurðu að ef að stjórnin heldur, þó ekki sínum að naumi meiri hluta, að Geir skili ekki inn, hann byggðist ekki lausna fyrir stjórnina þrátt fyrir það að Jón sagði nú hérna áðan að hann líti svo að það væri búið að hafna þessu stjórnarsamstarfi? Já, ég meina ríkisstjórnin ekki með meirihluta samkvæmt þessum úrslitum. Að vísu hefur þetta eitthvað verið að skána eftir því sem liðið á kvöldið. En ég ætla ekki að draga neina fjöður yfir það. Þetta eru mikil vonbrigði fyrir Framsóknarflokkinn og hann verður auðvitað að líta í eigin barm. Það engin ástæða þegar illa gengur til þess að breiða yfir það og engin ástæða heldur þegar vel gengur til þess að gera það heldur. Þetta eins og mjög athyglisverð staða og ég tek undir með Guðmundi að ég held að margir þeirra sem hafa talað hvað ákafast fyrir kaffibandalaginu séu nú með hugsi þegar þessi staða komin upp vegna þess að Yfir hverju eru menn svona hugsi? Já, spurningin hver hinn raunverulegi sigurvegur? Við förum yfir þetta. Sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig tiltölulega litlu frá kosningum fyrir 4 árum sem að margir innan hans raða töldu afhroð. Vinstri grænir að bæta við sig með þessar tölu 4 þingmönnum. Engu að síður eru þeir nánast með helminginn af því sem þeir voru að mælast með fyrir 4 vikum síðan.
Þannig að ég sá bara Vinstri græna hérna frammi áðan, það stökku allan bros. Þeir eru ekkert svolítið kattinu. Nei, þannig að sko spurningin hver sigurvegari. Samfylkingin ótvíræður sigurvegari kosningabaráttuna með þessu úrslit, en samt lítið að bæta við sig, þannig að þetta svolítið sérstök staða. Já. Ég tel auðvitað að Ingibjörg Sólrún megi langbest við una af öllum, bara einfallega með þá stöðu sem Samfylkingin var komin í, en ég held að þetta verði mjög forvitnilegir næstu klukkutímar og dagar í þessu vegna þess að það eiginlega allt opið og eins og þið segið, þrátt fyrir allt þá byrjaði þessi útsending hér á því að Framsóknarflokkurinn var með 10%, hann að nálgast núna 12% og 8. maðurinn að koma inn og það verður... En ef að stjórnin lafir á einum þingmanni, finnst þér líklegt að það sé eitthvað vilji hjá Framsókn til að halda þessu samstarfi áfram? Ekki með við þær yfirlýsingar sem forystumenn flokksins hafa gefið. Ertu sáttur við þær yfirlýsingar? Ég mjög sáttur við framgöngu Jóns Sigurðssonar formanns flokksins í þessari kosningabaráttu. Við höfum verið með vindinn í fangið og það sem kannski athyglisvert í þessu að kannski virðist tapið vera mest í suðvesturkjördæmi. Í norðaustur og norðvestur, sérstaklega í norðvestur virðist þetta vera bara, jafnvel við erum að bæta við okkur. Þrátt fyrir það að Kristján H. Gunnarsson hafi klofið sig úr flokknum, þannig að það virðist jafnvel hafa komið bara flokknum ágætlega. Þannig að það er voðalega erfitt að segja til þetta. Það er bæði jákvæðir hlutir að gerast og neikvæðir. En já, ég tek fyllilega undir orð forystumanna flokksins í þessu sambandi. Óskar, þetta er flóknara en virtist þegar við vorum hérna fyrir kvöld? Nei, það stendur enn að stjórnin er fallin. Hún er fallin bæði atkvæðarlega og að tölu þingmanna og eftir þeim yfirlýsingum sem gefnar hafa verið. Þannig að við sjáum nýja ríkisstjórn út úr þessu og hins vegar er það rétt að hinn nýji meirihluti, hann er ekki það sterkur að hann sé jafn sjálfsagður og hann var fyrr í nótt. En það er ný ríkisstjórn og ótvírætt er Samfylkingin hinn pólitíski sigurvegari. Við munum sjá konu sem næsta forsætisráðherra Íslendinga. Og Guðmundur, hvað segir þú kostinn sem er náttúrulega ennþá í spilunum ef að stjórnin lafir að þá sé í spilunum sá kostur að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn starfi saman? Eins og Hreinn Loftsson og maður heyri jafnvel raddir úr viðskiptalífuna. Þetta er þessi draumastjórn viðskiptalífsins. Það er allt auðvitað mögulegt að við skulum ekki útiloka neitt. Sko ef þetta verða úrslitin, að þá væntanlega tekur nú við einhver tímabil stjórnarmyndunar tilrauna. Ég ekki að forsetinn muni til að mynda taka sér nokkra daga í það íhuga þessa stöðu, ræða við forystumenn flokkan og kalla kannski lögspekinga á sinn fund og svo framvegis. Hann muni eiga sviðið kannski í næstu viku. En sko, þetta er bara veruleikinn. Það er erfitt að þeir eiga ekki nú sterka málefnalega samstöðu, þessi 3 flokkar, þetta er veikur meirihluti og það er erfitt að vera með 3 flokkastjórn. Ef ég ætti að segja, sko, út frá stöðunni, þá fannst mér athyglisvert að hlusta á Geir Haarde í kvöld. Hann var að benda á hvaða 2 flokkar unnu sigur í þessari kosningu ef við ætlum að taka við skilabúðum frá kjósendum. Það eru Sjálfstæðisflokkurinn og það eru Vinstri grænir. Nú er að stoppa ykkur núna, við höldum hér áfram eftir. Ég ætla reyndar að nefna það að ég er að láta mig hverfa hérna á vettvangi, enda er ég með þátt í fyrramáli sem heitir Silfur Egils og ég ætla að vera þar klukkan 12:30 með fullt af stjórnmálafólki, álitsgjöfum og öðrum, skemmtilegum karakter. Útsofin, góða nótt Egill. En við erum hvergi nærri hætt hér, Edda og Logi taka við. Já, við erum sko hvergi nærri hætt, en við ætlum að taka Agli Helgasyni fyrir samveruna í nótt og hann verður aftur á ferðina á morgun eins og hann segir. Við ætlum að breyta núna pólitík í fótbolta, eða öllu heldur að sameina pólitík í fótbolta. Já, eiginlega, við erum að tala mann sem fór með kjúklingaskagaliðið sitt, tapaði reyndar í dag, 3-2 á móti Íslandsmeisturunum, en móti vel vuna. Er mágur forsætisráðherra. Og heitir Guðjón Þórðarson. Já, haugur. Já, við erum hérna á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins og hér er mágur Geirs Haarde, bróðir Ingu Jónu, Guðjón Þórðarson. Ef við byrjum aðeins í pólitíkinni, þinn flokkur gerir ráð fyrir, ertu sáttur og ósáttur? Ég er þokkalega sáttur, það mætti taka þetta á fótboltamáli, þetta er svona 1-0 sigur hjá Sjálfstæðisflokknum og þeir sigrar eru oft mjög góðir og mér sýnist að við verum að landa einu svoleiðis hér í dag. Er þú og mágurinn eitthvað farnir að ræða hvort að væri hægt að mynda ykkur stjórn í þessari stöðu? Ég held að það sé að liggi nokkuð ljóst fyrir hvernig það verður en allir sé ekki best að ég leyfi málinum að tilkynna þá stjórnin en það er alveg ljóst að það eru margir góðir aðilar tilbúin til að vinna með Sjálfstæðisflokknum og mér sýnist að það verið gert undir farsælli forystu Más Míls. Þú er ekkert í þessum kosningaslag tekið henni meðferð eins og strákan henni upp á Skaga, hendunum í kalt bað og svoleiðis til að
frískan upp? Sér ekki hvað hann lítur vel út. Hann hefur notið góðs af svona ákveðnum ráðum sem eru innan fjölskyldunar og hann hefur lifað heilbrigðu og hollu lífi og hefur haft mikinn kraft og mikið þrek og þor í þessari kosningabaráttu eins og er öllum augljóst. Og hlýðið þér? Já, hann fer eftir ákveðnum ráðleggingu sem við eigum með okkur sjálfur og við erum góði vinnur og félagar og skiptast á skoðum hollustu og heilbrigðu og stjórnmál. Aðeins í lokin, fótboltinn, fyrsti leikur mótsins var í dag. Þið voru, manni undir allavega nánast allan leikinn. Þið tapið með einu marki gegn Íslandsmeisturunum. Var þetta ég veit þú ert ekki sáttu við að tapa, en var þetta viðunandi í þessari stöðu? Það er aldrei viðunandi að tapa og ég vil aldrei tapa leik og verð aldrei sáttu við það, en við getum orðað á mjög einfaldan hátt. Við töpum þó eins og kallmenn. Trúirðu því að þegar áður í morgun rennur að Sjálfstæðisflokkurinn verði búinn að ná betri stöðu og verði með svona tögl og haldir? Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé með tögl og haldir í stjórnmálunum. Þeir eru mjög stöðugir og fastir fyrir. Þeir hafa góðan mannskap og góða málefnastöðu og það eru aðrir menn tilbúnir til að vinna með þeim og ég held að vera ekkert langt á til við sjáum nýja ríkisstjórn farsæla og sterka. Segir Guðjón Þórðarson, bróðir Ingu Jón og mágur Geirs Haarde. Við skiptum aftur yfir til leikar. Já, takk fyrir það. Logi, þú ert svona Eurovision sérfræðingur. Já, það voru serbar sem að sigruðu í kvöld, þannig að næsta keppni ætti að fara svona í Belgrad á öllu óbreyttu, en við ætlum að skipta yfir á Gisparæður sem eru í þessum pælingum eitthvað. Mikið af allt þetta. Við rjúum þetta atriði til þess að flytja ykkur nýjar tölur. Já, halló. Það hefur reyndar ekki fengist staðfest ennþá hvaðan tölurnar berast, en við getum fullyrt að þetta eru alveg einstaklega nýjar tölur og við hér á Stöð 2 erum manna fyrstir að birta þær. Gjörðu svo vel. Já, halló. Halló? Já, ertu með nýjar tölur? Oui, these are the votes from the jury in Luxembourg. I begin. Já, við býðum spennt. Allemagne, 2 points. Alþýðuflokkurinn þá, alþýðuflokkurinn. Belgique, 4 points. Ég náði þessi ekki alveg. France, 6 points. Framsókn, en ég náði ekki atkvæða magninu. Greece, 2 points. Viltu endur taka þetta, vinnur? Islande, minus 5 points. Vous êtes terrible, je le trouve tout slow. Je le trouve toujours. Go home, Valguer, go home. Já, við segjum þetta gott í bíli hér. En hvað síður, við býðum spennt. Já, við getum gert það. Við bjóðum Jóhannes Kristjánsson velkomin hingað til okkar. Heldur þú komir að stjórnarmyndun? Ég? Já. Nei, ekki nema Ólafur Ragnar get ekki farið sjálf Ég meina það sko. Hann get ekki farið með umbóð til Ástu Möller, þá hjálpa einum við það. Það er alveg sjálfsagt. Ég er nú kannski oft verið svona varaforseti. Já, verið öðrum hætti. Nú ert þú eins og Pálmi vorum alltaf fyrir okkur. Nú hættir til dæmis Halldór Blöndal á þingi. Já, það er náttúrulega skaði, en það kemur nú kannski einhver inn þarna. Ég var nú vonað, svo til dæmis... Eins og hver? Eins og Guðbjörn Steingrímsson. Já. Hann þá var þetta endurnýta Steingrímsson, mann má ekki henda núna dóti, sko, heldur. Nú var þetta endurnýta, ég hitt hann mitt í kosningabaráttunni. Núna daginn. Já. Hann var strax farin að hafa áhyggjur af þessu. Og við hafa nú inni í smá tíma á hann og það getur... Já, það væri nú... Það kom nú fleiri og ég vona að koma fleiri góður inn. En þegar þú hefur svona, þú nú aðeins verið að skoða þetta í nótt, sko, ertu búinn að sjá einhvern sem þú hefur sérstaklega augastað á sem er að koma inn? En Bjarni Harðarsson náttúrulega gerð sem mig. Já, veistu með hann? Er hann kominn? Jú. Hann var alveg að kynna sem meira, hann er nú eitt góður, vona ég. Og svo er ég vonað að Guðmundur fara inn, þá getur ég dust að reykja af Steingrími. Sko, það er nefnilega það að þið, sko, eins og þú ert svolítið eins og stjórnmálamaður á kosningan og þú ert svona, þetta nú, þessi er inni. Og svo er þess að dett út og svo er Einar Oddur að koma inn. Já, þetta er svolítið lifibrauð. Einar Oddur er ennþá úti, það er líka. Hann hlýtur að koma inn. Hann hlýtur að koma inn. En nú er þetta náttúrulega, þú ert náttúrulega stjórnmálafræðingur líka. Aflíkast til. Það heldur betur. Já. Og þú ert fylgist náttúrulega með þessu hverju er þetta inn og hverju er þetta út. Já, það er bara svo óöruggt ástandi. Það er ekkert öruggt nema hvaða ríkisstjórn verður. Það hittir með menn og svoleiðis. Það getur
skakka eitthvað í því maður sér ekki fyrir 6 í fyrirmáni held ég. En ég veit alveg hvað ríkisstjórn verður, það er ekki Já, hvað er ríkisstjórn verður? Það er ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar. Það er búið að taka núna 3,5 ára myndana, þannig að... Á hverju byggirðu það? Ég veit allt þetta, ég vil ekki segja þér það. Jú, segðu mér það. Nei, ég má ekki vera pólitískur hérna samt. En þetta bara veit ég og Steingrímur mjög getur þess vegna farið á norður aftur, sko, þetta verður komin þessi stjórn á eftir viku. Já, þú ert alveg handið Já. Það er þín spá. Og vissa, og bara vissa. Ég bara veit það geta að spyrja neitt af því. En það er eitt sem lítur að gleða þig í þínu starfi að Guðni Ágústsson er feikilegur. Já, Guðna verður ekki haggað frekar í skjaldarmerkinu. Nei, það er svolítið þannig. Það reyndar langar mig svolítið að kynna þig fyrir eftirhermu, sko, logið þetta aldrei í þessu. Ég kann eina eftirhermu, sem ég nota bara hérna. Gott að búa í kóbói. Já, þetta er gott að hann sé í kóbói. Þetta er eiginlega notað núna í hverju kosningarsjónvarpið, þessi Þetta er ódýrt. Já, það var ódýrt. Það verður gaman þegar fólk fyrir að tjá sig og skapa sér sérstöðu með einum öðrum hætti í róti stjórnmálana. Það kemur svona á daginn þegar fólk fyrir að tala í haust. Þá kemur... Jóhannes, megum við þakka þig kærlega fyrir komuna. Já. Það var skemmtilegt að fá þig. Ég áttu bara leið hérna fram. Áttu góða vertíð framöndan. Takk fyrir. Ég hefði að skipta yfir á eitt sem að Jóhannes styrti nú kannski að fara að æfa ef hann verður þá þingið. Það er Jón Sigurðsson formaður Framsóknarflokksins sjálfi er Kristinn Hrafnsson er með hann. Já, við erum stökkir á kosningamöku Framsóknarflokksins í Þjóðleikhúskjallarannum og það er von á formanninu Jóni Sigurðssyni hingað í salinn. Skulum sjá hann koma hingað inn til Frjálslynda manna. sem hafa unnið með okkur og unnið fyrir okkur núna undanfarna dag og vikur. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt starf og öflugt starf og við höfum hvarvetna sem við höfum komið á vinnustöðum eins og þið munið og voru með fengið mjög góðar viðtökur. Núna stöndum við í þeim sporum að nú erum við að byrja upp á nýtt. Nú byrjum við að byggja okkur upp. Nú tökum við okkur fasta viðspyrnu í úrslitum sem við erum ekkert ánægð með, en við byrjum að vinna okkur upp úr þessu frá og með þessu kvöldi. Og við gerum það í krafti þess hvað þið eruð dugleg og hvað þið eruð viss í okkar málstað og okkar baráttumálum sem ég þakka ykkur kærlega fyrir og ég veit að við störfum áfram af fullum kröftum. Framvegis ég þarf að vísu að fara mjög fljótt héðan aftur því að sjónvarpsstöðvarnar kalla en ég sé það er góður andi hér og kæra þakkir enn og aftur og við höldum áfram að byggja okkur upp. Það held áfram að fara á milli staða í bænum. Já, við ætlum að fara aðeins aftur í tímann. Ingibjörg Sólrún kom og heimsótti eða mætti stuðningsmönnum sem Davíðsson, Geir koma áðan, við erum búin að sjá Steingrím koma á Jón Sigurðsson og nú er komið að því að sjá. Og nú komið Ingibjörg Sólrún. Það hafa svo margir lagt hönd á plóginn og þessi landsfundur okkar í byrjun apríl, hann var svo stórkostlegur og þetta fólk sem hefur að starfa fyrir okkur, starfsmennirnir okkar, sjálfboðaliðirnir, frambjóðendurnir, þetta er sameiginleg eign okkar allra og alls þess fólks hér út í þessu samfélagi sem var tilbúið að ljá jafnaðarstefnunni líf í kosningunum. En elskurnar mínar, við langar að kalla hérna til mig nokkra aðila sem hafa leikið lykilhlutverk í þessari kosningabaráttu. Ég ætla fyrst að kalla hérna upp starfsfólkið okkar og mér langar að fá hann Skúla Helgason, framkvæmdastjóra flokksins, til að koma hérna.
yfirtöku Samfylkingarinnar og það gríðarleg stemning, vægast sagt. Og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hérna við hliðina á mér. Ingibjörg, hvernig þið innanbrjóst hérna innan stuðningsmenn þína á vökunni? Ég bara full af þakklæti fyrir það hvað þetta fólk hefur sýnt mikinn karakterstyrk á undanförnum vikum og mánuðum og hvað það hefur verið mikið baráttugleði og dugur í þessu fólki. Ég bara óendanlega þakklátt fyrir að eiga svona gott fólk og góðan flokk. Ertu bjartsýn fyrir nóttina? Já, ég það vegna þess að við sjáum það við liggjum kannski einhvers staðar á bilinu 28–30% og ég vissum það að það var enginn sem að trúði því eða reiknaði með því fyrir 6 vikum síðan þegar vorum að mælast í 19%. Takk fyrir þetta, Ingibjörg, segjum þetta gott hérna í bili. Já, svolítið. Hérna í bili, já, þannig var nú það, en við ætlum að taka smá hlé og svo mun Sigmundur fara yfir. Vinda sér yfir landið. Já. Til þess að grípa athygli viðskiptavinarins þá þarf stundum að hugsa út fyrir kassan. Komið öll sæl og blessuð. Ég þekki nú kannski ekki brúðhjón jafn vel og flest ykkar en mér langar samt sem áður að nota tækifærið og kynna fyrir ykkur Vildarklúbb Icelandair. Félagar Vildarklúbbs Icelandair safna að meðaltali á einu ári vildarpunktum að andvirði flugs til Evrópu með Icelandair. Netfólki okkar! Flýgum fyrir punktana með Icelandair og með flugfélagi Íslands til staðalandi hér. Það er ótrúlegt hversu langt þau eru tilbúin að ganga til að fanga athygli ykkar. Sumarið er komið. Sælureitinn finnur þú hjá húsasmiðinni og Blómavalli. Þú fær garðhúsgögnin, garðplönturnar, garðverkfærin, garðáburðin, garðyrkjuráðgjöf, sumarblómin, útiljósin, gasgrillin, heitupottana, skjólgirðingar, pallaefnið og viðarvörnina allt á einum stað. Saman erum við með langmesta úrvalið af garðvörum á Íslandi. Húsasmiðin og Blómavall, frábær saman. Með Mastercard ferðaávísuninni getur þú farið hvert sem þú vilt í pakkaferðir, skíðaferðir, skemmtiferðir, viðskiptaferðir, kórferðir, formúluferðir og veiðiferðir. Góði farþegar, við óskum ykkur góðrar ferðar með Mastercard ferðaávísun. Áttu gamla bilaða fartölvu, við tökum hana upp í nýja og glæsilega Toshiba fartölvu. Þú kemur með gömlu tölvuna og við gefum þér 10.000 króna afslátt af nýrri tölvu, 5.000 krónur upp í GSM síma að eigin vali og 5.000 krónur upp í prentara að eigin vali. Kíktu við í næstu verslun BT. Egil's Premium kynnir í samvinnu við Mastercard og Concert. Nú styttist stóðum í stóru tónleikana með Josh Groban. Auka tónleikarnir eru 15. maí í Laugardalshöll. Ert þú búinn að tryggja þér miða? Nú eru allra síðustu formið. Miðasal í fullum gangi á auka tónleikana á miði.is, Skífunni og BT út á landi. I like to get away from it all with a long, relaxing soak in a Coast Spa hot tub. Coast Spa pottarnir frá Poulsen fást með bestu gerð af nuddkerfum sem gæla við líkamann og endurnæra. Pottana er hægt að fá með ýmsum aukabúnaði eins og hljómtækjum, heimabíói og vatnseldri fjastýringu sem flýtur. Gerðu vel við þig og þína með Coast Spa potti á heimilið eða í bústaði. All I need now is a cool, exotic drink and 2 fruity friends. Poulsen, Skeifunni 2. No, that's not right. Komið sæl á nýja til kosningavaka stöðvar 2 og við erum hvergi nærri hætt, ætlum að vera hérna í marga klukkutími viðbóti en nú tökum við röltið Ísland og skoðum hvernig Samfylkingin hefur það á landsvísu. Þessi stóri jafnaðarmannaflokkur sem er ennþá stór, sjáum hérna norð-vestur kjördæmi. Hér er hann að bæta við sig einum þingmanni, þannig að Anna Kristín Gunnarsdóttir er inni samkvæmt tölunum núna í þessu kjördæmi. Ef við förum yfir í norð-austur kjördæmi þar sem Karl Kristján Möller leiðir listan, þá eru þeir ennþá með 2 menn inni þar, þannig að Lára Stefánsdóttir er ekki inni hjá Samfylkingunni í norð-austur kjördæmi samkvæmt þessum tölum. Aðeins Kristján Möller og Einar Már Sigurðarsson.
Gunnarsson. Ef við förum yfir í Suðurkjördæmi þar sem að Björgvin Guðni Sigurðsson leiðir listana, þá sjáum við að þar eru 3 menn inni. Róbert Marshall er örugglega inni samkvæmt þessu. Það munar mjög litlu á atkvæðamagni frá því í síðustu kosningum þegar að flokkurinn vann góðan sigur undir stjórn Margrétar Sæunnar Frímannsdóttur með 4 menn inni. Jón Gunnarsson fór þar inn, Suðurnesjamaður, reyndar komin annar Jón Gunnarsson inn núna en það fyrir annar flokks, Sjálfstæðisflokkinn. Ef við sjáum í Suðvesturkjördæmi þá er flokkurinn með 5 menn. Það vekur sérstaklega athygli að hann að minnka í atkvæðamagni en bætir samt sem áður fyrir sig 5 þingmönnum, þannig að í þessu kjördæmi þá virðist Guðmundur Steingrímsson hvorki meira né minna en vera kominn inn sem stendur. Ef við förum í Reykjavík suður þá sjáum við að þessi flokkur er með 3 menn sem stendur, þannig að Mörður Árnason er úti sem stendur. Og í Reykjavíkur norður, þar sem flokkurinn leiddi kjördæmið fyrir 4 árum, þar er hann einnig að tapa manni samkvæmt þessum, þannig að flokkurinn hefur ekkert sérstakt í þéttbýlinu en er víða að gera gott út land. Ef við fáum nýja tölur. Á kjörskrá í Norðvesturkjördæmi voru 21.126. Búið er að telja 6.500 atkvæði og hafa þau fallið þannig. Ógildir seðlar 12. B-listi Framsóknar 1215. D-listi Sjálfstæðisflokks 1824. F-listi Frjálslyndaflokksins 765. E-listi Íslandshreyfingarinnar 88. S-listi Samfylkingarinnar 1673. VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 844. Takk fyrir. Já, hér sjáum við að Sjálfstæðisflokkurinn heldur að dala frá því fyrir 4 árum og væntanlega eru þeir komnir með Einar Odd inn aftur. Við sáum að Framsóknarflokkurinn var með 3 menn inni fyrir augnabliki en Einar Oddur er kominn aftur inn á þing. Við sjáum að stjórnin er ennþá fallin en samkvæmt þessu er Samfylkingin með 2 menn inni og Vinstri grænir með 1 mann inni samkvæmt þessum tölum, þannig að Jón Bjarnason dregur ekki með sér Ingu Guðmundsdóttur inn á þing frá Innri Tungu í Tálknafirði. Tálknafirðingar eiga nú ekki oft þingmann en sennilega verður ekki af því í þetta sinn. Sjáum að Framsóknarflokkurinn er heldur að dala eftir því sem við fáum fleiri atkvæði væntanlega frá Vestfjörðum sem koma með flugvél til Reykjavíkur og keyra svo upp í Borgarnes. Þetta er alllöng leið fyrir nokkur atkvæði sem er að fá á Vestfjarðakjálkanum. En ef við skoðum landið allt í ljósi þessara talna þá er sennilega ekki mikil breyting eða hvað. Við sjáum að Framsóknarflokkurinn er ennþá með 7 þingmenn inni, Sjálfstæðisflokkurinn 24, Samfylkingin 19 og Vinstri grænir 9 og ennþá eru Frjálslyndir inni með 4 þingmenn. Kíkjum aftur á þetta kjördæmi, Norðvestur kjördæmi sem hefur að mörgu leyti hagað sér öðruvísi en önnur kjördæmi að því leyti að Framsóknarflokkurinn er að koma ágætlega sterkur út úr þessu kjördæmi. Magnús Stefánsson er með mjög sterka stöðu og ég get bara sagt hér og nú til hamingju Magnús, þú hefur staðið vel, dregið Herdísi á Sæmundsdóttur inn á þing, þannig að það virðist ekki hafa orðið mikill skaði að Kristinn H. Gunnarsson hafi yfirgefið flokkinn í þessu kjördæmi. Jafnvel þvert á móti, Herdís á Sæmundsdóttir frá Sauðárkróki kemur bara einfaldlega í staðinn og sömuleiðis er Sjálfstæðisflokkurinn kominn með Einar Odd Kristjánsson inn á þing, þannig að það er einhver annar sjálfstæðismaður sem vantilega dottið út fyrir vikið og þeir fá Einar Odd í staðinn. Herramenn, þetta er að skýrast nokkuð núna og við erum að sjá að stjórnin virðist vera ennþá undir mörkunum. Stjórnarandstaðan hefur betur en Einar Oddur kominn inn og eins og menn áttu von á. Nú erum við að fá Vestfjarðaatkvæðin í hús í Borgarnes og þá skilar Einar Oddur sér. Já, það er samt varla búið að telja með 3. atkvæð úr þessu kjördæmi og það er greinlegt að það hefur ekkert verið hrært sérstaklega vel í pottunum, þannig að ég get alveg trúa því að við erum eftir að sjá mikla sviptingar þessu kjördæmi alveg fram undir morgun. Já, ég held að við erum að fylgjast með þessu kjördæmi að því að hérna eins og ég segi, fyrstu tölur voru tiltölulega skrýtnar og Framsóknarflokkurinn er að síga niður og Sjálfstæðisflokkur upp, þannig að þarna getur ýmislegt gert en ég veist að Einar Oddur sé allavega tiltölulega kátur þessu stundina. Sjáum hver er næstur kjördæmakjörinn inn í þessu kjördæmi og þá
kemur í ljós að það Herdís Á. Sæmundsdóttir sem núna inni sem jöfnunarmaður sem næst kjördæmakjörinn og þetta vekur alveg sérstaklega athygli. Einar Oddur þarna síðastur inn og Herdís sem núna jöfnunarmaður kæmi næst inn sem kjördæmakjörinn og Anna Kristín þar á eftir, þannig að það virðist vera mikil spenna ennþá í þessu kjördæmi. Ef við fáum hins vegar þingmannalistan í þessu kjördæmi og sjáum hvernig þingmenn raða sig inn á listan, þá vekur athygli að Sturla Böðvarsson aftur orðinn efstur samkvæmt þessu. Guðbjartur Hannesson var efstur áðan, Magnús Stefánsson kemur þarna á eftir og Einar Kristinn Guðfinnsson svo, Jón Bjarnason kemur þar á eftir, Karl Vaf Matthíasson og síðan Guðniðan Arnar Kristjánsson sem kjördæmakjörinn sem stendur. Einar Oddur þarna kominn inn samkvæmt þessu og Herdís Á. Sæmundsdóttir eins og ég gat áðan í jöfnunarsætinu. Þannig að Framsókn getur nú verulega vel við unað í þessu kjördæmi. Já, svona miðað við önnur kjördæmi þá held ég að Magnús geti verið mjög kátur með þessu úrslit og svona ef það fer eitthvað svona valdabarátta í gangi innan Framsóknarflokksins þá lítur hann að standa til dæmis sterkur. Þessar kosningar styðja það að Framsóknarflokkurinn fyrst og síðast flokkur fólksins úti á landi. Já, það virðist vera. Hann í mjög erfiðri stöðu hérna á höfuðborgarsvæðinu og eiginlega bara að bíða afhroð á þessu svæði. Ég þótti líka athyglisvert þessar nýju tölur sem voru að koma, hvað frjálslyndiflokkurinn styrkti sig í kjördæminu. Að Guðjón Arnar virðist nokkuð örugglega alltaf að verða kjördæmakjörinn með þessar tölur. Þannig að með byggust við því að hann yrði hreinlega ekki kjördæmakjörinn í þessu sterka kjördæmi sínu. Ef við sjáum hérna hvernig staðan gagnvart þeim sem eru hvað næstir inn og hvaða breytingar eru í stöðunni, þá sjáum við að Framsóknarflokkurinn þarf alveg gríðarlega lítið fylgi í viðbót til þess að jöfnunarsætis rúllettan fari af stað. Við sjáum að Framsóknar þarf að bæta við sig 3 atkvæðum, takk ég vel eftir, 3 atkvæðum umfram aðra flokka sem 0,1% af hans kjörfylgi til þess að þetta fari af stað. Sigríður Ásthildur Andersen færi inn ásamt Önnu Kristínu Gunnarsdóttur og út færi Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Einar Oddur Kristjánsson. Við skulum aðeins fara yfir og tölu hérna við hliðina okkur aftur vegna þess að hún afskaplega merkileg. Framsóknarflokkurinn þarf þessi örfáu atkvæði, 0,1% af atkvæðamagni sínu, 3 atkvæði til þess að allt fari aftur af stað. Þetta hefur kannski ekki endilega áhrif á þingmannafjöldan en hefur virkilega mikil áhrif á alla jöfnuna mennina. Þannig að ef við skoðum hérna við hliðina með þessa menn sem þar með færu inn og hinir sem færu út, þá færi afskaplega mikið af stað ef Framsókn fær 3 þingmenn í viðbót. En herramenn, hvað finnst ykkur núna? Hafið á tilfinningunni að þetta sé að skýrast? Eða svo mikið ennþá í pottinum að stjórnin geti lifað nóttina af? Ég held þetta sé nú nokkurn veginn að skýrast og það getur þetta gerst ennþá að stjórnin nái þessum eina manni. Eins og við sáum áðan þá þarf hún ekkert mjög mikið en mér svona sýnist þetta vera nokkurn veginn að skýrast en það sem við verðum að horfa á í alla nótt það eins og bentir á að það er langt í landa þessi búið að útluta öllum jöfnunarsætunum endanlega og menn verða að detta inn og út alla nóttina. Skoðum aðeins Íslandskortið og fáum heilsufar Framsóknarflokksins hér á landsvísu. Ef við skoðum Framsóknarflokkinn fyrst í þessu fræga norðvesturkjördæmi þar sem hann hefur það allt öðru en annars staðar, þarna sjáum við að hann heldur 2 mönnum og þetta vekur alveg sérstaklega athygli, fer úr 21,4% niður í 19% og bara við alveg ágætis heilsu. Ef við förum hins vegar yfir í norðausturkjördæmið þá annað upp á teiningunum þar, þó hann haldi sér ágætlega með 3 menn inni, þannig að Höskuldur Þór Þórhallsson, prestssonur frá Akureyri, inni samkvæmt þessu og flokkurinn var vel að merkja með 4 kjördæmakjörnamenn í þessu kjördæmi og síðasti maður, næsti maður inn var í rauninni Framsóknarmaður líka, Þórarinn Sveinsson. Ef við förum hérna yfir á Suðurlandi þá sjáum við að Guðni Ágústsson með Bjarna Harðarson inni sem stendur og það vekur athygli að Guðni
nær þarna alveg þokkalega góðum árangri með 2 menn inni, síðan gerist allt annað í suðvestur, suður og norður kjördæmi Reykjavíkur. Sif ekki inni samkvæmt þessu, flokkurinn geldur gríðarlegt afhróð í suðvestur kjördæmi og Sif umhverfis heilbrigðisráðherra virðist nú ekki vera inni og ég á eftir að sjá hana koma inn það sem eftir lifir nætur. Í Reykjavíkur kjördæmi suður Jónína sömuleiðis fallin fyrir róða samkvæmt þessu. Flokkurinn ekki að ná sér á strik í þessum kjördæmi þar sem flest fólki og í Reykjavík norður staðan þessi. Það flokkurinn líka í prósentutalið að fara gríðarlega langt niður og virðist ekki ná sér á strik samkvæmt þessu. Þetta eru skilaboð til kjósenda. Framsóknarflokkurinn aðeins með menn úti á landi en engan í þéttbýlustu kjördæmunum. Já, það eru skilaboð til kjósenda að þeir vilji að hann jafnvel taki sér aðeins frí en svona í ljósi þessa var nú eitthvað lítill fuglakvísla þegar mér að það væru byrjaði meldingar svo kallega erlistastjórn. Það að segja að Samfylking og Vinstri grænir og Framsóknarflokkur eru víst svona byrjaðir að svona þreifa á hver öðrum. Já, þú segir mér tíðindi. Og það eru svo margir frammi, margir sem vita margt, þannig að þetta var eitthvað sem sagði mér þetta áðan. Gott og vel, við skulum fara að skipta aðeins gír og fá hér viðtal utan úr húsi. Já, eins og staðan núna, þá lítur út fyrir að Jón Magnússon sé orðinn einn af þingmönnum Frjálslynda flokksins í Reykjavíkur kjördæmi suður, þar sem flokkurinn hefur ekki haft þingmann áður. Jón, þakkarðu þennan árangur umræðu sem þú áttir stóran þátt í að starta, til dæmis innflytjendamálin? Hún skiptir tvímælalaust máli, en það voru fleiri málefni sem að koma þar inn í líka og skipta líka miklu máli. Þú heldur semst ekki að þetta höfði til stórborgarbúana hérna að þessi umræði sé að höfða til þeirra? Þetta höfða til allra landsmanna. Þetta mál sem koma, þetta ekki að fara frá okkur og við þurfum að halda vök okkar sem þjóð. Það það sem ég lagt áherslu á. En nú telja margir að þú hefur kannski verið sá maður sem átti stóran þátt í því að flokkurinn klofnaði. Var það til þess að þið mistu fylgi? Þannig þú með fullyrðingu sem alröng. Ég hefði ekkert með það að gera. Ég kom til liðs við Frjálslyndaflokkinn til að byggja upp sterkan Frjálslyndaflokk. Það voru aðrir sem að réðu því og tóku völdin í því sambandi og það var mér gjörsamlega óviðkomandi. Talin hafa verið í suðvestur kjördæmi 36.250 atkvæði, 36.250 atkvæði og skiptastu þannig. B-listi Framsóknarflokksins 2.550 atkvæði, B-listi Framsóknarflokksins 2.550 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokksins 15.450 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokksins 15.450 atkvæði, F-listi Frjálslyndaflokksins 2.350 atkvæði, F-listi Frjálslyndaflokksins 2.350 atkvæði, E-listi Íslandshreyfingarinnar 1.200 atkvæði, E-listi Íslandshreyfingarinnar 1.200 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 10.250 atkvæði, S-listi Samfylkingarinnar 10.250 atkvæði og VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 4.150 atkvæði, VAF-listi Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs 4.150 atkvæði og auðir seðlar eru taldir 300. Takk fyrir það. Já, 36.250 atkvæði í Höfn og Sjálfstæðisflokkurinn á bullandi siglingu í þessu kjördæmi, hafa bætt við sig einum þingmanni. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, bæjarstjóri úr Mosfellsbæ, komin hérna inn. Við sjáum að stjórnin heldur samkvæmt þessu. Stjórnin komin aftur í meirihluta. Þetta vekur alveg sérstaka athygli. Hér vekur athygli að Framsóknarmenn eru ekki með mann inni. Við skulum fá landið allt til að átta okkur á þessari stöðu. Það komin upp ný staða á kosninganótt. Stjórnin heldur. Hér hefur bæst við einn þingmaður hjá Sjálfstæðismönnum. Hann komin upp við 25 og tekur hann af Samfylkingu sem komin í 18. Þetta eru stórmerkilega tíðindi og sveifla sem orðið á þessari kosninganótt sem byrjaði með því að stjórnin var fallin sem nam 2 mönnum en núna heldur hún með 1 manni. Hvort að það hefur einhver áhrif að núverandi stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins skal ósagt látið en hér
Framsóknarflokkurinn kominn í 7 þingmenn og Sjálfstæðisflokkur í 25. Þetta sveifla yfir nóttina. Hér eru þau tíðindi að gerast sem margir héldu að gerðist kannski ekki, að stjórnin næði aftur sínu meirihluta, hvað svo sem síðar verður. Örstutt frá ykkur, hvað þetta að segja okkur? Það verður hér spenna fram eftir nóttu. Þetta ótrúlega tíðindi og þetta segir okkur bara það verður hér spenna, fullandi spenna, eins og ég segi, ég held að spennufaktorinn var aðalega jöfnunarmennirnir, en nú bara sjáum við það verður greinilega spennandi að fylgjast með ríkisstjórninni. Þetta eru tvísýnustu kosningar bara frá því við fórum að muna eftir okkur. Gott og vel, við skulum skipta hérna örlítið um gír. Já, þetta eru tíðindi. Það Björn Ingi, Svandís Svavars og Lúðvík Geirsson. Björn, ég spurði áðan ef stjórnin fengi meirihlutann, ef hún héldi meirihlutu öllu heldur, hvort að það myndi breyta einhverju með það sem Jón Sigurðsson sagði í kvöld. Nú þetta staðreynd, þetta eru 32 þingmenn. Já, og meiri sé að tölurnar sýna þessi stutt í 8. mannin hjá Framsóknarflokknum, þannig að það væri þá komin 2 manna meirihluti. Það bara hins vegar ekki hægt að segja til þetta. Við sjáum í norðvestur að það verðist vera bara mjög mikill munur eftir því hvaða bunkar eru taldir og enn bara komin 3. atkvæða, miklar sveiflur. Þannig að það ómögulegt að segja en þetta greinilega náttúrulega langsterkasta vígi Sjálfstæðisflokksins suðvestur. Það augljóst og við erum að tapa umtalsvert í þessu kjördæmi þannig að það verður ómögulegt að segja hvernig úrslitin verða. Ég held að fyrst og fremst þetta muni menn meta stöðuna þegar þetta liggur allt fyrir vegna þess að kaffibandalagið var komið hér með meirihluta áðan og Ingibjörg Sólrún lýsti því þá yfir að það væri fyrsta skref hjá stjórnarandstöðunni að tala saman eins og þau hafa heitið. Nú kannski að koma önnur stað upp og þá auðvitað verða menn að meta hana. Svandís, þú hefur nú reynslu af því að ætla að mynda vinstri meirihluta aftur í Reykjavíkurborg í fyrravor. Það fór nú eins og það fór. Það fór eins og það fór en ég myndi nú svona gjarna kannski vilja fá að kommentera aðeins að tölurnar eins og að liggja fyrir núna. Af því að sveiflurnar eru gríðarlega miklar og í raun og veru er dálítið kúnstugt að vera hér að horfa á hvern hópinn og fætur öðrum að spekulir í því hvort að nú sé stjórnin fallin eða stjórnin inni á víxl. Það náttúrulega þannig að við sjáum þetta ekki fyrir að búið að telja alla bunka og ég tek undir það sem Björn Ingi að tala hér að við sjáum það sérstaklega mjög vel í norðvestur og það greinilega mjög mikill munur á því hvaða bunki talin, hvernig tölurnar eru að koma inn. Þeir verðist ekki blanda neinum atkvæðar? Nei, það verðist vera að það komi eitthvað mjög sveiflukert þarna inn en aðeins varðandi þessa sveiflu sem við sjáum hins vegar á fylginu. Við sjáum að Framsókn á verulegri niðurleið og hún að lenda í þeirri mjög erfiðu stöðu að vera þingmannslaus í tilteknum kjördæmum. Og það náttúrulega mjög sérkennileg staða fyrir stjórnmálaflokk sem hefur verið svona áberandi í meirihluta í ríkisstjórnum hér árabil og alveg augljóst að Framsókn þarf að fara í verulega endurskoðun með sína stöðu í svona hinu pólitíska litrófi. Sjálfstæðisflokkurinn heldur sjó svona miðað við afhroð síðustu kosninga þannig að staðan mjög sérkennileg hvað það varðar en ég vil meina það að konur sé að fella þessa ríkisstjórn og sveiflan sem við sáum vera að gerast núna í mars og apríl og gaf okkur ölduna undir iljarnar í Vinstri grænum og hefur síðan skilað okkur verulegri vinstri sveiflu, Samfylkingu og Vinstri grænum að það sé fyrst og fremst verk kjarkara kvenna sem eru að láta þessa ríkisstjórn á kostnað kvenna því að bæði Sif og Jónín eru á leiðin út. Já, við skulum nú bara sjá til að leikslokum en við erum að tala breytingu á stjórnar, eða þar að segja á taktinum í pólitíkinni í þágu umhverfis, í þágu velferðar og í þágu kvenfrelsis og ég held að það sé það sem að þjóðin vill og sérstaklega konur. Lúðvík, Samfylkingin dalar? Já, hún svo sem ekkert að dala, við erum að ná mjög góðum árangri. Við vorum með 20 í byrjun kvölds, eru konur í 18 þingmenn? Já, við skulum bara bíða hann til að loka tölurnar á komu. Það eru miklar sveiflur í þessu og ég hef fulla trú á því að niðurstaðan og svo kosningu verður svo að þessi ríkisstjórn er fallin og jafnvel þó myndi hanga inn á meirihluta upp á einn mann þá er hún fallin og hún mun ekkert verða endurreist og það er ljóst að það verður myndun í ríkisstjórn eftir þessar kosningar og Samfylkingin